Tilbúinir í þessu stúdíu, klukkan orðin 4. Það föstudagur 14. júní og eftir 9 fyrir blöður hafið gauku sína. Ég ætla að segja bara á geggjum föstudegi. Beint á móti með sitja þeir Egill og Steindi. Það fullu bátur og ég ætla bara að segja tjekka þetta blöð. Já, þetta ekki Pepsi Max, þetta ískaldur Túborg sem að vera opnað þarna. Takk hérlega. Léttöl á sjálfsögðu. Á þennan skili. Já, það enginn að fara að vera þoklumæltur í dag, en það gýr í mönnum. Já, það gýr í mönnum. Steindi var að klára nýja sjónvarseríu sem heitir Draumahöllin, sketsasería, þú ert búin að vera tökum sen í maí. Já, þetta Til lukkum með það sé búið. Já, takk fyrir það. Og Og alveg keislaður. Já, og þú varst að klára líka. Við klára bara að hlæja í gær. Já, þannig að það Tókum við því aðeins, þannig að smá rið en létt tenging. Já, og það nefnilega ég að fara í partí í kvöld. Já, rappartí á þér í kvöld. Partí, já. Og þú erum sköllóttur. Já, sem geggjað. Ég veit það ekki. Var það svona mikið álað og mistur hárið? Nei, þetta var bara, ég vildi bara vera með þér í liði. Sko málega, við erum búin að vera. Ég síðast ég spurði hvað hefstu mikið pening til að raka þið sköllóttan. Þá komstu með eitthvað svaða uppæð sem að hlustendur okkar geta pottið fundi. Nei, var það Svo ekki gerum við Egill? þetta bara fyrir eitthvað sketsaseríu. Nei, betur, var það ekki Egill sem að. En af hverju ertu sköllur? Nú hann taka upp sketsaseríu. Já, þetta var bara að vera. Hann er bara alveg listamæður. Fórnaði þessu fyrir listina. Já, bara vera að nota þetta, sko, strákar. Þetta er fórna, sko, alveg slaka þess á, sko. Þetta er nú bara, en ég hef aldrei verið skafaður áður. Ég hef verið snóðaður, þú veist, bara sem úlingur og ég hef oft snóðað mig, sko. Já. En ég hef aldrei skafað mig. Aldrei verið nauðasköllóttur. Nei, ég gerði það með svona kraga, sko. En núna samt ég öfundaði. Já. Af því að þú ert með, ég hef sagt þetta áður í þættunum að ég myndi aldrei fara í háríkgræslu en ég væri til að fara í hana bara til að snóða mig og vera með lit yfir allt fattið. En svo sérðu Steinda, hann er með lit yfir allt. Ég er með eitthvað svona, þetta er ekki eins og toppur, það kemur svona smá dögt hér, svo allt í rugli hér. Ég var til að hafa lit yfir allan hausinn. Ég held nefnilega að þú sért búin að vera í Já, Þeir eru geggjaðir. 3 ára á borðið Ég er þar. að feta svo mikið að liði sem fótið Tyrkland svo bara með voluptuous hair. En þetta fólk sem fer til Tyrklands, það hlýtur að tilkynna fólki samt að sé að fara. Þetta er einhver sem kemur heim bara með þykkt hár og segir ekki neitt. En fólk er alveg sama, þú veist, þetta er bara lúk, þú veist, þú bara getur keypt sólgleru að ringa, blingið eða fengið þér hár, sko. Já, maður þarf ekki að skamma sín fyrir að fara í hárið. Þetta ekki, þetta er bara choice. Er ekki 2024 Ég meina, eða? sögumir vilja, þú veist, en málega er að sko, það fer þér náttúrulega bara vel að vera rakaður. En ég ætla bara að segja það blöð, ég held þú sért ekki sköllóttur. Ég held þú sért bara búin að vera að feika það. Ég safnaði hárið fyrir Eurogarðin. Sástu að ég get fundið mynd og sýnt þér bara hvernig hárið á mér er ef ég safnaði hárið. Þú ert samt, ég horfið, þú ert allir dökkur og ég skil ekki alveg hvað þetta er, sko. Ég veit þú ert að reyna að peppa mig. Nei, ég sver það. En málega Þú ert með svarta ég tungu, veit sko. eitt gæja sem var sendur til Tyrklands fór til Tyrklands Þetta er kona? Já, bara Nú ferð þú til Tyrklands. Nú ferð þú til Tyrklands Ógeðslegur sköllóttur. En Tyrki sagði bara við hann go home. Já, bara þeir gátt ekkert gert í því. í alveg. Eitt Var hann case. það rosalega sköllóttur að það var ekki hægt að gera neitt? Ég er ekki vissum að Böður sendur heim. Nei, En byrju- náttúrulega Mercedes-klubbfélaginn, partí hans, Leðrið, hann kom heim frá Tyrklandi og er með rosalega hár sem ég séð. Þið verða að gefa hana það. Og nokkri aðrir vinnir minn líka, sko. Sem að má ekki nafngreina það. Já, Þá er þetta feimnismál. Þetta er hérna Er þetta feimnismál? ekki á kannski á sömum. Já. En ég vil meina Af þú veist, hverju? að í framtíðin eigi ekki að verða. En eina sem ég En af hverju er þetta feimnismál? Ef ég færi, ég myndi alltaf bara Þú myndir segja það frá day one. Þú myndir Auðvitað. segja Já, sko, bara hérna ég ég er að gæti ekkert fara annað. til Já, Tyrklands. ég meina- Mætir ekki eftir bara stuð á Íslandi í dag og allir með þykasta hár sem fólk hefur séð, sko. Nei, ég Svo meina, bara eitthvað sko, og enginn að minnast á það. Hvað er Hvað er þetta breytt við þig? Ég veit það ekki, ég er búin að léttast eitthvað 2 kíló eða eitthvað. Já, ok, herru, já, nýja serían. en ég meina, þú veist, eins og með þið blöð, þú gæti náttúrulega ekki, þú veist, fólk veit bara hvernig þú lítur út. Egil hlýtur að vera að tala um einhverja sem voru svona, ok, þetta er að fara að gerast, en það er enginn búin að sjá það. Já, og ég ætla að fara að byrja að áður. finnast, ég skil þig. Þetta Já, annars svona- mætur bara, þú veist, annars, þú veist, auðvitað allir vininu myndu bara sjá þá. Já. Samt, Nei. ég er með dæmi með þess að við erum bara completely bald og erum núna bara með þykkt hár. Já, allt Já, líka en það, af hverju er þetta þá feimnismál? En þá Ég hefur veit, hann sko, sagt það. Þetta er bara eitthvað sem við Íslendingar þurfum að ræðum. Þetta ertu að segja Þetta mér á ekki að vera feimnismál lengur. En eftir að segja mér hann að það bara fara og hitt vini sína og aldrei bara ekki minnst á þetta.
Heldur þú það Jú, ekki séns? við vinið sína Já, annað væri bara svo skrítið. En við kannski ekki ræða þetta, þú veist, svona vöðan hópin, sko Það sem að utan hópin, þú ert vantilega að tala ekki Mér finnst ekki það þessu, hörðu Það að tala opinbera manneskju eða bara eitthvað smið sem bara með vinið sínum Ég var að verða bold piece of shit Já, það, sko, þetta er líka, veistu það, Egil, þú ert líka ekki að hjálpa sköllóttu fólki sem þætti hérna síðustu 10 ár. Hvað mennur? Ég held þú aldrei sagt sköllóttur á þess að segja piece of shit eða sköllóttur ógeðslegur eða sko, veist, þannig að kannski er þetta orðið feimnismál bara út af svona bold shaming. Egil kyrði sölu á vestum niður 80%, þannig að það er bara þannig sko eftir að komst í vestinni eftir nýjum blöð á sín tíma fyrir einhverjum árum ég hef ekki komið í það hefur farið í það ég fer í því út í búð og í göngutúra en ekki hingað reyndar var vestið þitt ég kem ekki hingað á föstudegi vestið þitt var ekki eitthvað svona flott 66 þetta var svona ekki verið í göngutúr málið er að ég var að vinna með alvöru vesti það er málið sko ég var ekki einhverju prímaloft vesti sko það var einhver petolíkt að þessu sko málið er að út af þessu Facebook-grúpur málið er þessu Facebook-grúpur sem öll hverju verið með tísku vesti og vestin eru þið vitið aðstráka ég get sagt ykkur eitt að þegar nú fylgist ég nákvæmlega með þessu vestin eru komin aftur ég veit það og vesti er alveg töf og það er langt síðan þau komið engilega makka niður vesti hér nei ég segja bara spari vesti þú veist að vera í svona vesti eins og í jakkafutum á vesti þau eru mætt sko já það er allt annað og hvað ætlar eiginlega að gera því viltu keira það kannski niður bara þú tækur það sem má ekki gleymast í þessu er ég útskýri það bæði fyrir Fannari sem er nú markastjóri 66 þegar þeir eru að selja mikið af vestum og okkar besti maður í kultúr þeir höfðu báður orðaði bara, herru, þið verður hægt að tala illum vesti, sko það gengur ekki, en ég var reyna að útskýra fyrir að vestið þitt var ekkert venjulegt vesti, Stendi þú varst í eitthvað svona skrýtnu vesti nei, ég bara heldur ég að mætti bara öryggisvesti bara eins og ég væri í svona appisnugul öryggisvesti þetta var bara venjulegt vesti þetta fór þér skrítið, orðið á þannig hvernig getur það farið meira öðru sinna öðrum mættu bara aftur í vesti ég hef séð í vesti ég menna vesti er inn aftur og fór aldrei út jú, það fór náttúrulega keyrðist út og það verður bara að segjast þú veist með fullir vinningu fyrir þessum búðum svo að telli upp það bara vestin fóru niður þau eru komið upp núna þau eru á leiðinu upp aftur en svo lengi sem vegið hlaða sér þannig að segja rétt hérna með háriðar ég ætla ekki að hræða þig hárið, það er náttúrulega ekkert hár nei, ég er sönsa ég var félaga sem heitir Aðarsteinn Eyjólfsson handboltaþjálfari, kallar allir skinka auðvitað, vel hann kallaði eitthvað skinka sleppur ekki kynlífsvíkilega það er maður sem þú þekkir auðvitað hann kallaði hann með nickname ég meina allir skinka hann snóðaði sig í flippi eins og niður hárið kom bara ekki aftur hann er stöðlóttur í dag við hefum bara hlæðið þessu nú í 27 ár þetta er lígi nei ég segja allir skinka snóðaði sig og eftir það á ég að segja ég ekki á leiðilegu þér núna en þú vilt ekki lenda í híkonstingu á ég kannski að segja þér ástæðan fyrir því að allir skinka sig rakaði sig fekk ekki hárið aftur að því hann rakaði sig að því hann var að missa hárið hefur aldrei pælt í því þú var átt að því áður ég rakaði með sköllóttan ég er ekki að íkja núna til að reyna ára fyndin og þetta er ekki eins og fyndið ég var í svona góðan hálftíma að greiða mér áður ég fór á jammið til að reyna að fela að ég væri þunnharður með fudge já með fudge appi sinni gullt fudge ókvæmstlega góð líktaði ég var í svona góðan hálftíma sportkaffi það kvöldið já sportkaffi var hérna heitt á þessum tíma og ég var mikið á Gauknum á Gaukastöng já besta sem kom fyrir mig ef að leigubílinn kom og ég var búin að vera í hálftíma með fudgeið að reyna svona að fela blettina lapp út í ógeðslega mikið rók allt ónýtt og ég er í leigubílnum í paniki þá var eiginlega bara orðið betra að raka sér sköllum varstu þarna in denial? Nei, ég vissi þetta þetta var búið já, en svo var það Sveppi og Eiður sem pikkuði mig á sinni tíma pikkuði í mig og bara herru þú verður að taka þetta sko nei, var ekki Jóki G sem tók spjallu? Nei, Sítjó tók spjallu á þig þú á Jóki G að strípa sig já, hann sagði mér að strípa mig en það voru Eiður og Sveppi sem sögðu mér að raka með sköllóttan sem er mjög fyndið því að þeir eru nú ekkert með þykkasta hár í heimi í dag sjálfur félagarnir sko ég sé ekkert Eiður að greiða hárið aftur eins og Richard Gere sko ég getur þetta að fara að pikka í hann sem þetta er búið en ég fíla þetta community það pikka bara í hvern annan og bara það verður að vera já þú þarfst að vera með eitthvað sem pikkar í og segja bara herru þetta við erum öll að tala um þetta ég er búin að setja margóð svona 600 útsinnum að blöð sko núna snóðaður í standi er allt annað en bollubossa
blöð í strákonum með hár og bollukinnar sko. Já, frábært Já, ég meina Settu strákana Bollubossa blöð Frábært nafn Settu svo hérna eins og allir skink og eitthvað Þetta er svo kallað mig Bollubossa blöð Bollubossa Nei, Ég hef aldrei hvað er ég, 10 ára eða? Bollubossa Þetta er bara 10 ára Það er svo sem ég tvekja Bollubossa Ég var að skipta á bollubossa Hver er skipta á bollubossa núna? Bollubossa blöð Það er rosalegt Mér lágast þið svona grípi kinnarinn og svona hrista Það var þannig blöð hann í strákonum Bollubossa ok. Með hár og bollukinnar Já, ok Mikið flottar í dag En svo er það líka, hérna, ef að fólk er að hlusta Það þarf líka að pikka í vinina Ef að liðir antúlt Nýst eða bara vond líktaði Þá þarf einhver að taka á sig í vinahopnum Bara herru, þessi níska gengur ekki sko. En áttu einhvern vin sem er bara svitalegt af allan daginn Aldrei gerst Það hefur bara ekki gerst Hefði það gerst, þá hefði ég sagt hana Það verður að gera það Ég held líka að það Flesti sé fari í sturtu á og til sem betur fer. En ég held að þetta tengist ekki sturtuferðum Ég held að það sé Ég sé alveg að misskilningur. þrýfa föt Já, ég held lyktir sig í fötum Ég held að menn sé að fara í gömul föt Já. eða Þetta er ofta single menn eða þurfa að endur nýja bóli Þú veist, að þú kaupir ódýran bólikstað sem á bara að vera undir skyrtu Hann er ekkert að fara að þrauka það eru bara sum föt sem fá bara svitald í Hjöppið hjá okkur hérna í Banna að hlæja Nýju seríunni sem kemur í haustastöðu 2 Hann kaupir bara þungabóli Já, Það er lukkið hans Þá veit hann þetta er alvöru efni Já það er þetta bara ekkert villust Nei Þungt efni En Ég var þó óöppin að vera með óöppin eða heppin að vera með hjöppa í riðli í Þú mátt ekki segja neitt og hérna og Já, svo í útskýri konsepti þá er þetta þannig Þetta eru 5 þættir, 5 matabóð, 5 manns og já, það er eitt sem fer áfram sem fær flest stig í úrslita þátt Við komum báðir það má ekki hlæja Nei Og þú fær stig fyrir að láta aðra hlæja sem er helviti gott koncept Já, þetta er með því skemmtilega sem ég tekið upp á Hvernig kemur þetta, hvernig er þetta bara hitt the streets? Þetta er Hitting the Streets Seft 8 Það var að klippa þetta, þetta er alveg klippið Þegar að vera dimm aftur og allt komið þúgliti og það er rífa hljóðun upp En ég er bara á því, þetta er með því skemmtilegasta sem ég hef gert að taka upp Hvernig kemur þínu? Það er held ég ekkert fyrir bara í desember Já, það er eitthvað jólakonseptið ekki Nei, bara, þú veist Ég held að bara frumsinn er rétt fyrir jól Já, getur við Já, ok En við erum að fara yfir, já, hvað er framöndan hérna, við erum ég er með gott í dag í Þekkið ekki Ég hendi Þekkið ekki, það er á sínu stað Við erum með spurningkefni, ég veit ekki sinni, hvað er í spurningkefninni, Egil? Nei, sko mála út Hvað er þetta að vinna með núna? Út af því að Detective Stonefucker og Netan og King Frikidor Sem að, já, hann kemur inn þessi heimsókn All my clients fyrir utan Stoney Já, ég er alltaf á leiðinni Já, hann er alltaf á leiðinni Já Þeir eru að gefa þetta award-winning song Já, sturla lag. Ég okkar að vera með King of til í allt Þannig að hérna Hver er til Hver sem er til í allt En sko, strafgar Þetta koncept, sko Við vorum að pæla í þessu sjálfir Þetta er ekki, sko Þetta er ekki bara eitthvað svona endilega djamtengt Þetta er líka eiginlega bara lífstíl, sko Já Þú veist, að vera bara til, þú veist, ef ég ringi Þú ert alls ekki til í allt Nei, jú, þú veist, ef ég ringi þig á eftir ringi ykkur báði, segir strafgar Hérna að myndi bíó eftir hálftíma er til í þetta, þú veist, þetta er ekki, þetta er lífstíl, skilur þú sért svona almennt til í þetta Fyrstu 3 árin sem við þekktumst þá held ég að sagt á hverjum einasta degi þegar við kvöttumst, bara herru, er ekki svo bara bíó eitthvað í vikunni? Já, og því er til í það En við höfum aldrei farið saman í bíó Jú, við höfum aldrei farið saman í bíó Það er ekkert eitthvað sem að Það er rosalegt En við höfum aldrei farið saman í bíó Fyrstu 3 árin sem við bara alltaf þurfum kvöttumst Svo bara er ekki bíó eitthvað í vikunni Ég held að, jú Þetta segir mér, þú hefur aldrei farið með June í leðrið og hlustað með hrjóta og bara allt þetta dæmi Sem er bara fínt að því ég hef oft hlustaður hrjóta Sko, ég náttúrulega er í bíóklúbb og ég fer eiginlega á alla myndir í bíó Þú veist, ég gerði það, ég er náttúrulega búin að vera latur við að undanfarið Hvernig er Smarties? Já, stundum og hérna og Þú ekki Smarties blöða? Já, blöð kíkir á kaloríu fjöldan í Smartisinu sko Ég áræðilega heimildur það Hann lísti með símanu sínum í miðri síningu til að kíkja á hvort það veri fitandi að bóra Smartis sko Það er rosalega Ég nenni ekki að fara í þetta aftur Ég var ekki að tjekka Ég veit alveg að það er óholt að bóla namni sko Ég var bara að tjekka hvað þetta var Svo lítillir dollu Ég hef aldrei kíkt aftan á neina vöru sem ég bóla Hvað ég var að setja medalí á það? Nei, ég er bara að segja Ég hef aldrei gert það Ég hef aldrei tekið eitthvað upp Hvað er inn í þessu? Þú líka bara étra svo vilt og lifa lífinu En ég er bara að segja Hvað finnst þér skemmtilegast að éta? Pöllur KFC Sko, þess að tala skemmtilegast Skemmtilegast Hvað er best? Mér finnst nefnilega ekki gaman að borða sko
Þetta er eitthvað sem ég gerir bara til að lifa. Saltstangir, KFC, pullu. Finnst þér ekki gaman að borða? Nei. Nei, ok, ákveður raðar að þá í því saltstöngum bara þú teima það er bara því að ég, sko, málega það finnst það ekki gaman nú er ég að segja ykkur alveg satt það skiptir einhver mála átt að ég fá mér saltstangir með Voidja eða ég fari og fá mér nautasteik nú er ég bara að vera hinskilin ákveður getur það ekki bara harðfisk eins og þegar ég fer út að borða með ykkur ég veit bara þeir dyrkja og ég hef aldrei neina skoðanir hafa ykkur tíma heyrt í mig að frekar að fara þennast ég er alltaf bara hvert er ég að mæta þú getur fara á algjört ógeð og sama með hótel og veitingastæð málega stráðar ég er samt ég gaman að þér já eina sem ég þarf bara við þurfum að borða til að lifa og máltíð er eitthvað sem ég kem bara frá ég borða bara og fer og gerir mitt eitthvað annar staðar ég veist að sitja og vera að tyggja ég tengi bara ekki við það en ég er stemningsmaður mér gaman að sitja með góðu fólki og fá mér vín og hlæja en þegar kemur að matnum sjálf bara ég geti matinn þú veist nú er ég bara þannig að rosaleg nautasteik bara medium rare með góðri sósu og red það er bara þessi fyrir þig bara eins og grjónagöndur það En þess vegna skil ég ekki eiginlega, sko, en ekki fyrir þetta rauðvinni En okkur borður þú ekki bara alltaf holt Ef það skipta einhver málu Þegar mér finnst það bara ekki jafn gott Akkurat, en ef þú ert að borða eitthvað gott þá lítur það að finnast gaman veist, Ég borða bara einhver samt En finnst það ekki gaman að borða eða finnst það gott? Mér finnst það ekki gaman, sko Mér finnst eiginlega leiðilegt að borða Og mér finnst leiðilegt að sofa Og mér finnst leiðilegt að vera að gera eitthvað sem er ekki gaman Það lítur að vera bara Það verður bara hægt að borða og sofa Þú verður mesta challenge mitt Þegar Stóni mæti tíminn í alltaf að rífa sæðast í gang Í fjartjálfun? Já, ég kvöð minn góð Já, ég meina, af hverju er ekki löngu búið Ok, nú ætla ég ætla ekki að fara ánga sko. Við fyrir með nýjan á mastu Nei, ég ætla að segja, þú veist, að því við tökum þetta mikið meiri bara í blökastinu og getum við röfla þetta eins og við viljum Þú veist, ég bara skil ekki eins og, þú veist, kál Ég bara, þú veist, venjulegt kál Svo kaupa bara út í búð Þú veist, af hverju er ekki búið að gera bara gott kál ég skil ekki er engi verið bara ég ætlum að setja gott bragða þú getur kryddað eins og sko. Þetta er kál þá ertu farin að setja mig í vesen að vera eitthvað vesenast í því hvað er ég að finna þetta krydd gott kál og ég að fara til búið að finna eitthvað krydd ég myndi aldrei geta það já, ég veit ekki hvað ég að segja ef það er eitthvað úti þá er þetta a $1 billion idea að búið til gott kál án grín sko og svona gera mat skemmtilegri ég meina þú veist fyrir krakka ég meina ef Ísa væri bleik á litin og ef hvað er annað þú veist var ég bleikju líka slett já þú veist hvað er annað bara sem er hendur svo bara á meili nei bara eitthvað litrikt grammiti og eitthvað bara gera stemning úr þessu ég myndi segja að myndi bara að vera misnutt við erum með spurningkefni Gilsan Freki Dór talandum til í allt hann kemur í heimsókn til okkur eftir við erum með hvort freka líka sem ég hendi annars held ég það er alvöru gýrilið EM í fótbolta byrjar í kvöld það er Þýskaland Skotland opnunarleikur og djúversins veistla er að hafa EM í sumar ég er bara svona það peppa mann vel upp það leikir alla dagar já og ég er 3 á dag elska ég er stórmótamaður og ég er mjög annað þegar við vorum að tala hjöpaðan djúvill er ég ánæður að hann sé í EM-stofunni já það er alvöru line-up það er alvöru line-up þar þetta verður geðvikt og ég ætla að reyna að vera duglegur að fylgjast með öllu leikjum Fíla, en við erum að spája opna þáttinn á, er þetta ekki heitasta lagi í dagstindu? Jó, til í allt part 3 og það eru 10 ár síðan 2 kom út og 14 ár síðan 1 kom út þannig að ég held að þetta sé með smá engisbeiturljóði Íslandsmet í sem sagt, hvað segir maður, framhaldslægi til í allt 3 Topp tónlistarstöðin FM 957 Það held ég til í allt á Spotify á miðnætti og já, er þetta ekki Egil, hvernig þetta ekki að banger? Helvíti alveg lagmar ánægði með líka sveppadífu reffan hann að See You Later Baby með Mushroom ég ætla aldrei aftur til AC ég ringdi í Egil daginn og ég sagði hvar finn ég þetta vídeo maður mér langar að lauma þess inn See You Later Baby sveppadífan, ef einhver er að fara í hana þá minnum við fólk á að gera það ekki grunnurinn svindlug helst að hafa
eitthvað svona djúpt fyrir neðan sig. Já. Það var eitt sem fór illa út í því, En ekki? skrítið að hljómar og þá þarf maður að tilkynna það. Þá að gera þetta á sjó eða í stóru vatni. Já. Mikið vatn Á snekkju. Ekki í sundlaug. Helst á bát. En það er komið að slúðri, drengir. Brakandi fest erlenslúð. Já, herru, hvað er fyrir þetta íslenska slúðurinu? Herru, Mér finnst það allt og latum við það. Það er bara góð spurning, byrju, Ég fá það næsta þætti. Ég ætla að opna inbox. Ekki að senda á þig. Jú. Ég ætla að byrja slúðrið á Giselle Bundchen sem að Hver er það? Fyrir það. Erstu eitthvað bilaður? Stendi, Nei, byrju, hvað sagður Það er ekki að syngja með raskandur núna. Ha? Gerald Nei, Hvað sagðið þú? Ég veit það ekki, ég heyrði eða ekki. Hvað sagðið þú? Ég ætla að byrja slúðrið á Giselle Bundchen Já, ég veit bara ekki hvað það er. Í alvörinu? Já. Það hljóma samt svona eins og Það er eins og settar einu ára fyndin sko. Svo erum við Og svo möppu heima með henni sko. Ég er bara, ok. Já, Nú ætla- þú ert að spila þetta þannig, þú veist ekkert hvað þetta er. Nú ætla ég að gera eitt svo verð. Ég ætla að lofa og sverja upp á alla sem ég þekki. Ég veit ekki hvað þetta er. Nei, þetta er sem sagt ein bara stærsta fyrirstætt allra tíma. Var í sambandi með Leonardo DiCaprio í mörg ár og Ég hélt með giftist þetta svo væri- Tom Brady. Ég held að það veri kallmaður sem varst að tala um. Giselle Bundchen. Þetta hljómar þannig einhvern veginn Gerald Butler eða eitthvað. Já, það eru hann á Íslandi Gerald Butler. Ha? Herru, hann Hann er nú og reglulega hérna. hann og Ólaf Darri eru vinnir. Já, Darri þegar, sko, Ben Stiller Við þurfum að fá Ólaf Darra í þáttin. Já, það verið Spennandi gaman. við hann hérna að fá að kíkja á símaskránum. Það var beltisteinum. Já, þið er líka nýbúin að taka upp held ég seríu eða þú veist svona í sumar eða eitthvað, Ráðherran 2. Hann er bara hotshot leikari. Já, við En erum að fá hann. ok, sem sagt Giselle Bundchen er fyrirsæta Steindi og eins og farsalasta. Hún og kærastan hennar sem að það stendur ekki eins og hvað hann heitir. Þetta var þjálfarinn hennar og var að kenna henni jiu-jitsu. Hann heitir Joaquim Valente. Þau eru hætt saman og þau vilja minna ástæðan sé róstið á Tom Brady. Það hefur verið svona síðasti naglinn í kistuna að Hann er hætta með Tom Brady. hvað segir þau? Hún er hætta með Hakim Valente. Hakim, já. Hún er Ok. hætta með. Herra, En af hvað er hverju, að gerast hvað var það í Af hverju er hann að hætta róstinu? með Hakim? Nei, hvað var það í róstinu sem fór í Það var svo mikið fyrir að gera grína Tom Brady að konuna sagði farið frá honum og byrjað með sem sagt þjálfarann sínum. Hann var að kenna henni jiu-jitsu og þau Hvað byrjuðu saman. Jiu-jitsu? En mér En ég skil að það pyrri Tom Brady. Af hverju pyrri það þau? Jiu-jitsu? það er einmitt það sem ég ætla að fara að ræða. Er þetta ekki helviti léleg ástæða til að gefa út, herru, við erum hætt saman að því að þetta var of mikið þetta róst? Allt aðstand sig. Já, þú veist, hvað finnst henni allt í henni bara svona niðurlægandi fyrir Nei. sig að hafa byrjað með þjálfara í staðin fyrir eitthvað fótboltastjóð? Það var vist hann sem sleit þessu og hann, vinir hans, og þetta er svo steikt að vera að lesa þetta allt saman, vinir hans vilja meina að hann er svona down to earth og venjulegu gaur. Hann höndlaði ekki alla þessa athygli og róstið var svona síðasti naglinn að hann gæti ekki lengur Já, ég meina maður það samt eiginlega samt Að virða það kannski bara. það sko. Svo Já. er bara bless við Hakim Valente. Og hver verður næsti boyfriend hann inn? En hérna stendur- Þú verður góð að kalla það. En Joakim varðað alla, ég er nú ekki sammála því. Ég myndi freka að segja bara, herðu, hversu svalt er það að stela konuna Tom Brady, sko? Ég myndi ekki kalla þetta alla Ég hjá veit hann, hvernig hann sko. kom illa út úr þessu. Nei, Ég- ekki ég- heldur. En er það, þú veist, þetta er samt ástæðan fyrir því að stjörnur deyta yfirleitt bara stjörnur. Já, Af því að- og þau vita hvað er að fara út í. Nei, ég held að það sé bara ekkit mikið af venjulegu fólki sem er nennir þessu sko. Nei, Ég meina, þetta er líka alvöru pakki, sko. Ég meina það er enginn að segja mér að það sé einhver stjarna sem myndi bara vilja byrja með bara venjulegu Egil meina að það get ekki gerst, en þetta er nú bara eitt dæmi um að þetta getur gerst. Þetta er bara venjulegur reyngaþjálfari, Já, þau sko. voru saman í 2 mánuði blöð, sko. Nei, Yeah. voru saman í einhver 2 ár. Og það Þú veist, var ég ekki meina- saman í 2 ég mánuði. meina- Egil meina að fræg kona myndi aldrei byrja með einhverju sem er í venjulegri vinnu. Það er eiginlega bara að pakka hana saman núna. Ég fatta. Ég held að það sé akkur dögut að þú pælir hans í þessu Þú veist, myndur þú byrja með J-Lo? Ég? Já. Var Rakel ekki að hlusta? Já. Ég myndi Af alveg því að að- skoða það. af því að ég veit hún er glæsileg kona Ég veit hún er glæsileg kona og við getum meira þess að bætti hún svo ógæslega skemmtileg sem við vitum ekkert um En hún reyndar drekkur ekki, það er Sver mínu, sver blöður hann Það er helviti Það var þetta búið. En ég er að segja, Nei, þá er myndur ekki eins og tala um bara, veist, það má ekki miskila það. En Já. til dæmis bara við Rakel að fá okkur rauðvínsglas á kvöldinu og eitthvað svona er bara, Já, en núna hef ég stundum eins og við félagarnir Við förum bara á Drunk Rabbit og við förum í AC og við erum stemningsmenn já, til í allt. Við erum til í allt Já. Og þarna myndur þú nenna að vera aldrei þannig
Þú ert alltaf bara með 30 manns bara onið bara. Já, þú meinar aðtekla sem fylgjur Ef að frúin ekki með Ef að J-Lo er bara heima og blöð Jú, það byrjað að elta þig ef þú veist Já, það má Já, auðvitað Ef þú ert sko maki J-Lo heldur það sé ekki vera papparat sem þig út allt líka Ég veit ekki hvernig konan hans Matt Damon lítur út Þetta er svona dæmi sem að Það er líka Hann byrjaði með henni eftir að bara hún var afgreiða á kaffistað sko. Já, ok, það er alveg hægt held ég Þú getur forðast þetta. Getur forðast þetta en það er ekki margir sem kjósa að gera Nei, en talandi um Matt Damon og þá er hans besti vinur Ben Affleck menn í kring Ég er svo líðileg fréttin en ekki fara út í þetta Hvað, segðu okkur bara Það var hvort að tala um að Ben Affleck geti verið fallinn og vinnir og fjölskylda af áhyggjur á honum okay, það er vist þungt yfir út af þessum sambandslitum með J-Lo en ég nenni ekki að fara út í þetta Herðu, svo er David Beckham hann var í viðtalið þar sem hann opinberaði það að það verður ekki reunion hjá Spice Girls þannig að það var eitthvað verið að ræða að þær væri á leiðinni í tónleikaferðalag en það verður ekkert af því þannig að það er hann að segja fólki það Já, ég veit það ekki Byrju, Beckham Hann að kannski bara segja mistið út Það er náttúrulega giftur Victoria Beckham sem er í Spice Girls Já, samt ekki alveg svona kannski ekki hans hlutverk að segja tónleikandi sér of sko Já, það var ekki neina tónleikar En þær myndu Var hann að segja einhverju tónleikar sem voru ekki eins og á plani Hann var spurður Það var rumors Já, hann var spurður Er eitthvað til í þessum rumors að Spice Girls sé að fara að túra Og hann sagði nei Þannig að þetta var ekkert flóknari það Þetta er gúrka Það getur túra um allan heim og tróðfyllt Þetta grínast Þetta er einn stærsta hljómsveit alltaf Já, tíma hún þegar sko létt Ég myndi, ef við kemum til Íslands Ég myndi alltaf Já, fara það eru Spice Girls margar núna hljómsveitir sem hefur búin að vera í dvala er að koma aftur og tróðfylla venues Why the hell not? Það þurfa að nenna því Já, en spáði líka Hver nennir því ekki hann? Það er líka eini hópnum sem nennir því Það En geta vel verið. spáði peningna líka Bara, þetta eru nokkra hljómsveitir Ef að Spice Girls myndu taka túr Það væri svo mikill peningur að það er galið Ef að Oasis kemur aftur saman Það er búið að bjóða þeim einhverja milljarða Fyrir að koma aftur saman Þeir segja alltaf nei One Direction Ef þeir myndu fara tónleikaferðalag Það er nú bara, er það ekki aðalega eitt gæi? Hver? Harry Styles Nei, þetta er bara einn stærsta hljómsveit allar tíma Nú One er það? Direction. Já En ég meina Þeir eru allir búin að eiga solo Nú er það? Já, Zayn Malik Var þetta ekki eins og þarna daginn En það Backstreet Boys þegar þeir Justin Timberlake Nei, og Justin NSYNC. Timberlake, já, NSYNC Það er reyndar einn fyndnasta fyrirsögn sem ég lesið að það voru allir til nefn, Joey Fatone hann var alveg tilbúin að fara á tónleikaferðalag en það er allir að vera með skrítið, þetta er allir að vera með, allir var JT Það er ekki Jó, þetta var þetta gúrku? Já, smá sko Ég er gaman að þessu Já, takk fyrir það Vissi ekki að Spice Girls mólaðan til dæmis Já, En það var engin móli Og þessi Hakeem hann Pingu Lítill já, hann er Pingu lítill Lítill MMA þjálfari Já, Það þetta var ekki var jiu-jitsu þelur Það Baki dagsins, hér strax eftir auðlýsingar förum við í þekkið ekki og alla spurningarnar komu á Instagraminu þannig að ég þakka fólki fyrir að hafa sendt þar FM 957 Topp tónlistarstöðin. Despacito, drengir, eru komið með leið á þessu lagi? Ég var að fatta að það er að hlusta ég er ekki komið með leið á þessu Eiginlega ekki sko, Þú veist, þetta er frábært lag Ég held að við ekkert lag verið jafn mikið spilað síðustu hvað? 2-3 ár? 4, Já, 5? þetta er mjög, þú veist Svona hálf fullkomið poplag Já. Maður pælir svona í því þannig en Ég er að setja vittlasan sliða hérna í gang því að við erum á leiðinni í já, Hvort myndir Þetta hér? Í hérna Byrju eiginlega mér að gíska Þekkið ekki Já, Takk það er hárréttur þannig að ég spyr núna drengir hvor ekki vill byrja? Er þið ekki bara fínt að ég fór að prenta hann? Jó, hann Já Þetta eru allt spurningar sem að ég fekk Skal byrja þetta á bara? Instagraminu eftir ég bað fólkum að senda í hádeginu en ég þakka öllum sem að sendum 4 spurningar og ég er bara nokkuð ánægð með þær Fólk er búið að vera að delivera í rauninni Já, ég fíla Fans, skemmtilegar og spurningar. líka sko, það er ekkert skemmtilega en þegar fólk sem að hlustar kemur með hugmyndir af nýjum liðum þannig að ef þið sitja á einhverju þeir sem er að hlusta endilega sendið okkur með einhverju hugmyndir af nýjum dagskrálum bæði í FN95 Blöð og Blöðkastinu Bara ekki hika við það Nei, erst þú ready? Já Ok, þá er fyrsta spurning Hvaða dýr ertu hrættastu við? Ok, sko Ertu hrættu við mörg dýr? Já, mjög mörg dýr Ertu ekki hrættu við hunda og eitthvað svona? Nei, Nei. nema samt Ef ég Hvaða dýr ertu hrættu Nei, við? ef ég held að hundurinn geti bitið, skilur ef Það geta allir hundar bitið. kannski stór husky eða eitthvað Nei, þeir, Veist smá, Þrekaðu sjeffir það eða eitthvað? eða seffer Já, Það skilur ég er bara svona eða pitbull sem eru uppáhalds tónlistarmaður sem er frábært tónlistarmaður. Hvaða dýr ertu hrættu við? Sko, alltaf ég er lafhrættur í geitunga Sem er bara alveg ef ég sé hann inni, ég hleyp út ég fer bara ekki aftur inn Já, bara sé hann annars ég var orðið vitna því um,
kóngulaði líka, mjög hrættu við þær. Það er Svo, lítil en samt, dýr. ég samt að velta mig hvað ég hrættastur við. Já. Ég myndi halda samt á krókudíll eða hákall yrði hérna aðeins ofar en það. Sérstaklega ef ég væri ofan í sjó eða myndi sjá á þarna. Já. og ég vissi að væri fyrir neðan mig. Ég myndi vita að væri svona 6 metra saltvats krókudíll fyrir neðan mig og ég væri í einhverju á, einhverju svona svört á í Ástralíu, þá myndi ég drull í mig. Ok. Þannig að sko, en ég hef ekki gefað steinda bara ef maður segir eitthvað af, ef maður segir geitugur eða kónguló eða krókudíll eða hákall. Nei, það er orðið helviti margt. Ok, Segjum ok. bara geitungur. Verður ekki hrættastu við þá? Já, Íslandi, jú, en Ok. ég held sér hættur krókudíll að við tölum worldwide. Já, það er náttúrulega allir hrættið. Já, þú veist, ég var hrættari við hákarl sko. Við hefum til sjá. Já. Já. Herðu, setjum Ég- geitungur. Þá er það næsta spurning. Hvað myndir þú bíða í röð eftir í 2 daga? Hvað myndir gera þig það spenntan og þú myndir bíða í röð í 2 daga eftir til dæmis miðum á eitthvað eða eitthvað gadget eða hvað sem er? Mér finnst þetta góð spurning. Já, mjög góð spurning út af því, sko, það er leiðal sem ég gerir ef þau eru röð, sko. Já. Þú veist, langa raðir, fólk sem kann ekki að keyra, þú veist, þetta er svona nokkur hluti sem að mér finnst boring. Hvað minn góður, sko, þetta er að vera álföru. Er eitthvað sem kemur upp í hugan? Já, ég myndi halda svona í fljótu bræði, Linner með, ef ég myndi segja það mig, Linner? Linner er sérst lönd sem verður að dinner. Já, það er þetta rosalegt. Þú setur bara, mætir í lönns, Já. en þið enda svo að bara setja kannski frá 11:30 til 12 kvöldi, töða. Linner. Linner með Matthew McConaughey Arnold Schwarzenegger og Sly Stallone. Já. Ef ég set með þeim í Linner, Myndir þú bíða í 2 daga þá eftir myndi mið og ég það? býði í 2 dag. Já. Getur ímyndað hvað skemmtilega það spjall væri? Þetta er samt ekki eitthvað sem er í boði samt, sko. Hvað Þú veist, það er enginn að bíða í röð eftir þessu. Já, ég menna, veist, það er ekki sem myndi býði í 2 dag eftir nema þetta, sko. Æ, ok, Linner. Hvað myndir þú býði í 2 dag eftir? Ég var að meina til dæmis einhverju tónleikar eða eitthvað, þú veist, ég hefði beðið í 2 daga eftir Jackson. Hann var ennþá á lífi. Hann er ekki á leiðilegur, hann er ekki, við miður ekki á lífi í dag. Þú veist ekki að vera leðlur, það er bara staðrind. Linner með, ok. Ég meina, ég held að mér ekki skáða því miður. Nei, Heldur ekki? þetta er svo astnalegt svar. Hvað á ég að segja? Nei. Ég var hreinskilin. Já, verður bara Ég þú kom sjálfur. plítli á hann eftir Já, næsta spurning, hvað stressa þig mest? Hvað gerir þig stressaðan? Sko, sem gerði mig stressaðan þegar ég var að fara í próf. Ég höndlaði það ekki nógu vel. Ekki heldur. Ég misti hausinn. Já, ég var lélugur í skóla maður. Ég held ég að líka alltaf verið svo stressað því ég var ekki búin að læra. Já, þú veist, við kannski, Spila kannski inn í. já, við kannski vorum svipað með það áhugalausir í skóla, mögulega. En ég held ég að sé sko, að stressa mig í dag upp, myndi ég líklegast væri, örgulega public speaking, myndi ég halda. Já. En það er kannski ekki frumlegt svar því ég held að það sé number one fear hjá fólki, þannig að margir sem hlusta tengja líklega við það, sko. Nei, þetta er samt gott svarað því að þú vinnur í fjölmiðlum, þú ert í útvarpi. Já, en hérna En er þú setja ert bara- erfitt með að fara upp á svið og tala. Hérna er ég bara með þér og Já. Stóni, skilur. Ok, já, ég fíla þetta svar. Mér finnst bara ekki þess að vera hérna með Mike og Lightbeer. Þannig að ef ég var að gifta mig, ég er að hugsa það núna, þú er aldrei haldið neina ræðu neina ammali hjá mér eða Það neitt. er erfitt sem ég geri. Já. Og með En þess að, ég ímyndi mér, ég sé bara inn í stúdíu hvaða koncept mögulega sem ég geti mögulega með eitthvað. þetta finnst ég hef aldrei spáð í þessu. Þú ert erfitt með að standa upp á svið og tala fram á Já, fólk. það er líka samt þess að flesti segja að það sé bara æfing, sko. En Já, public það er. speaking, ég fíla þetta svar. Síðast en ekki síst, hver er frægastur í símaskarunniðinni? þá er ég vantarlega að hugsa bara hversu margir í heiminum þekkja þennan einstakling. Ég bara, hver er frægastur? Hvað, Já, svona, já, hvað, ég bara- já, hvað kom þetta upp í hugan? Ég myndi halda, væntarlega er það Eiríkur Johnson, það er vist ef það er frægastur í símaskonni. Ég meina hver annar á breyki hann, Já. mér. Ok. Það skil, ég með alltaf öll celebrity á Íslandi í símaskonni, en ég meina Eiríkur Johnson er Eiríkur fucking Good Johnson. Ok. En ég myndi halda að það væri rétt svar. Já, ég held að það er Rúrik, en þegar þú segir það, náttúrulega yður tölverð þekktar en Rúrik. Ég myndi segja Sexy Roo væri að close second, Já. sérstaklega í Germany, Já, en kongurinn þar. stór þar. Hoppaði fram. Já, ég ætla að fá Steinda, sko, ég var að fatta núna, það verður erfitt fyrir ykkur að giska á, eða samt ekki. Nei, það kemur eitthvað punktur. Þá fáum við Steinda hérna inn. Sætlitu, hvað kom með Celsius? Já, Já. herru, Strawberry Lemonade, komin aftur. Komin í búðir. Það er stórt. Ertu tilbúin? Já, Fyrsta spurning. Hvað dýr ertu hrættastu við?
Hvað dýr er ég hræddast við? Er þetta sko Er þetta að tala um íslensk dýr? Já, bara svona, veist, hvað kom upp í hugan? Já, þetta þarf að vera eitthvað svona, veist. Já, veist, hérna erum við náttúrulega ekki með mikið af svona villtum dýrum nema bara gæsir og þannig. Mávar og svona. Já, ég hef lent í Máva árás. Ég lenti samt ekki í árás. Nei, stare down. En þú veist, það er svolítið langt sér við tölum þetta blöð. Stærðin á sem máf. Nei. Hann var rosalegur. Ég hef aldrei séð svona. Ég sverða. Nú er ég að segja bara. Ég veit þetta kjartaði, sko. Nei, ég sverða. Ok, það var stærsti máfur sem hún sérð. Bara, þú veist, ég held í smá stund, sko. Þú veist, þetta var bara meðan nótt, sko. Verið að bara berja klukkan. Ok, hvað heldur hann að vera hár í sentimetrum? Ok, og ekki ljúa. Sko, í sentimetrum. Ég er 1,78. Hann hefur verið meter í kringu það. Nei. Með öllu. Það er ekki til okay. Veist, hann var ekki meter. Nei, þú voru átt af því. Hann var að reyna að þetta var skrýta. Hvað náðu það upp á nafla? Já, ég bara upp á mitti eða eitthvað, sko. Þetta var þannig, sko. Þetta var, ég hef aldrei séð svona. Ég held þetta væri pelikan sem væri bara komin, sem náttúrulega á ekki að vera hér. En ég held þetta væri bara, hvað er ég í hverju er ég að lenda? Ég held þetta væri bara, þú veist hvað pelikan er. Þú veit ekki hvað pelikan er. Það er bara okkar besti sem geimi drast í geimi bara bækur og stöf. Ég veit alveg hvað pelikan er. Þú veist, þetta var í pelikani. Þetta var rosalegt, sko. Þetta var bara miðjan nótt. Þú veist, bara lemmi í húsið. Jú, það var þannig. Þú íkir svo alltaf sögust. Ég get vottað. Ok, þannig að þú Hringdi í Sigurunni, live. Ok, þannig að þú ert að sverjaði mig að þú hefði verið að fara að sofa. Nei, ég var sofandi. Já, var sofandi. Og það var meters máfur að banka rúðuna þinn og vekja þig. Já, og þú lappaði hann var þvælast í það miklu með það mikið læti að því ég fattaði þegar ég opna gluggan inn í Safnarbyggi, ég opna svona eins út þá fer ég eiginlega bara svona í hausin og glugginn er bara, þú veist, ég hugsa þetta þetta var hvað ruggla dæmi sem ég lenti í, sko. Ok, hvað dýr þetta rættist við? Segðu bara hvað kom upp í hugan þegar ég spurði þetta. Þá myndi ég segja úlfa. Úlfur? Eða hákall. Úlfur eða hákall? Eða hrægamur. Það er mjög skeri að vera einhvers staðar mjög vík, einhvers staðar skrýðandi í eyðimörk og þeir eru farin að sveima, sko. Ég þetta er lefan, kropp í þig og allt þetta dót, sko. Það er viðbjóður. Það er ekki gott. En ég myndi segja svona því að ég er ekki að fara að vera þar, sko, stattur einhvers staðar í einhverju eyðimörk skrýðandi. Nei. Ég myndi segja að þú veist, það er ekki það ólíklegt að þú myndi vera einhvers staðar bara inn í einhverju skói einhvers staðar. Bara út erlendi sem skói týnist. Ég meina við erum á leiðinni nýjan draum. Ég er að segja það, þú myndir týnast inn einhver skói og allt í nú sérðu bara augun og þú sér bara úlfa hjörð bara að bíða eftir að þú verður einmitt líka smá vík, sko. Þannig að úlfur. Já, ég ætla að segja, ég held úlfar eru drullu skeri, sko. Já, þá er næsta spurning. Hvað myndur þú bíða í röð eftir í 2 daga? Því að maður sé fólk vera að kampa fyrir utan, það er að koma ný tölva Já, fólk kisti þar, sko. Það var fyrir að fá Dunkin, sko. Spáði, samt fóruð á hausinn. Það var fólk sem að svaf fyrir utan Dunkin Donuts til að komast þar inn fyrst. Og Black Friday, fólk er að tjálta fyrir utan Elko og þess að búðir. Hvað þyrfti að vera í gangi eða í boði svo að þú myndir bíða í 2 daga í röð? Þetta má, eins og ég segi, þetta má vera eitthvað græja, þetta má vera tónleikar, þetta má vera hvað sem er. Það þyrfti að vera eitthvað sem er mjög lítið magn til af. Þú veist, skilur þú, ef þetta þyrfti að vera mjög limited edition, skilur þú. Nei, veitu, ég veit. Ég held ég myndi velja, þetta er eitthvað sem ég myndi eflust ekki gera, sko. Mér finnst ekki gaman að gista aukstaðar. Það finnst einhvern gaman að vera í röð í 2 daga. Hvað er bara með svarið þetta? Ef þetta væri stærsta svona, stærsti netjamarkaður sem væri að opna, þá væri til að vera fyrstur þarinn. Ég held þetta væri stærsta UFC kvöld allra tíma eitthvað. Jú, það er endar. Myndur ekki frekar velja það heldur en einhvern netjamarkað? Jú, ég hef þetta heldur gaman að skemmtla sig að gera fyrir netjamarkaði. Þú myndur ekki býði í 2 daga í röð fyrir það. Stundum fer ég bara í góða hirðin og sko, þá getur fennst þetta ballus og getur bara skoðað allt. Það er rakilega alltaf í þessu. Já, ég dyrki þetta. Þarna sko, þetta er svo gaman og það er allt einhvern veginn mikið skrítið og fullt af flottu tóti. Fullt af flottu og svona gaman. Ég hef keypt fullt af drasli, sko. Þetta er uppáhaldsbúðina mína, sko. Nú ertu mjög stressaður maður. Ég held að sé enginn í kringum ég stressaður og þú, bara í lífinu. Já, sko, stressaður. Já, svona, það þarf lítið til að stressa þú. Ég er ofhugsaður. Þú ert nójaður. Já, en ég er ekki stressaður. Nei, nójaður. Púlsina mér fer ekki tátt upp, sko. Nei, nójaður kannski meira. Já. En hvað stressaði mest? Hvað stressa mig alveg mest?
fyrir utan börnin og Já, ekki börn af því að maður myndi náttúrulega fyrst og fremst hugsa það sko. Svo nú er til dæmis eldri dóttir mín og þú veist, hún er 10 ára og maður fara í sund, þá er maður alltaf bara Það má hún ekki verið sund Já, þú veist, maður bara einn í sund 10 ára Já, ég skilji og þá var maður bara ekki passa djúbu Í alveg, næstu þar Já, þú veist, að fara varlega Já, ok Já, og bara svona, þú veist með endalus áhyggjur af börnunum Alltaf, en þetta er fyrir utan börn Þá myndi ég örglega segja stressast af öllu það hlýtur eiginlega að vera þegar að ég er 101 í gúlaginu í Call of Duty þá basically ef þú deyrið í Call of Duty ég ætla að útskýra þetta fyrir þér og drefst þá ferði gúlagið og þar ferðu annan sjens og þar ertu á móti einhverjum öðru sem hefur líka drefist og þið eru að berjast að komast aftur inn í leikin og það er gúlagið Þetta er skrýtnasta sem ég heyrst það er ekkert eðlilega gúlagið og það er ekkert eðlilega stressandi að vera þar sérstaklega að þú ert ekki með kannski svona betri leikin ég er með sko Já, ok, ég get ekki, ég tengi svo lítið við þetta, ég get ekki rætt þetta með þér Þú voru að koma með mjög til gúlagið, það er stemning sko. Síðasta spurningin, hver er frægastur í símaskránniðinni? Já, það er rosalega spurning Fekk hann að senda? Ég fór fyrst fór ég að hugsa Bubbi Já Hann alltaf er mjög frægur Mjög þekktur maður Er það Bubbi? Nei, það er nefnilega ekki Bubbi Býtu, það er ég nefnilega með líka sko Ég held að það sé Jens Albinus Sem er hver? Sem er danskur leikari Ég veit allt Þú veist ekki eins og hvað Giselle Bundchen er Ég er mesta celeb sleikja sem til er Ég veit ekki eins og hver þetta er Þannig að þetta er þá freka Bubbi sko. Ég leiði þér ekki að svara þessu sko, Jens Albinus er stórleikar í Danmarku og ég var að vinna sem runner í þegar hann var í tökum á Íslandi fyrir einhverjum 15 árum eða 20 árum eða eitthvað þá var ég að vinna Það veit enginn hver þetta er að hlusta þá var ég að keyra hann sko það veit enginn hver þetta er bara fullt af momentum og spjalla Ok, fyrir utan hann, hver er það frægastur? og ég þurfti núverðanslega að ringja hann á mótana því það var mættur Já, hver er fyrir utan hann? Jens Albinus Já Ég meina, Bubbi? Svona erlendur Nei, bara hver er frægastur í símaskránni? Ég er ekkert með mikið eitthvað svona útlensku fólki Nei, ok, ég segi Jens Albinus Er það ekki? Ég meina, hann er hjút sko Ég hlakka bara til að heyra í Agli þegar við segja Sko, kíkt á IMDb-ið Ég ætla að fletta honum að þessu upp Hann er búin að leiki í nefnilega sko býtu Tjekka hvað hann er með marga á Instagram Ég get lofaði því að Egil tekur það Ok, ekki segja neitt Herru, Egil er komin inn Og þá ætlum við að fara yfir hver vinnur þetta Það verður erfitt að fá stig í dag, drengir Það getur 0-0 Já, líka bara þú heyrir svörin í Ánus Steinda Nei, Það er gott að ég er bara að fá tipp núna Nú veit ég skurnur Já, ég ætla bara að byrja þessu Ég ætla að byrja þessu Því við vorum að ræða þetta Egil, ég spurði Steinda hver er frægastur í símaskrániðinni Það er að byrja á síðustu Já, að því við vorum að ræða þetta Og ég svara fyrir hvað Steindi sagði Já, hver er frægastur í símaskráninni hjá Steinda? Þetta hlýtur að vera einn af okkar bestu mönnum King Björki Tór Er þetta rétt hjá honum? Nei, veistu hvað var hjá honum? Sko, Björkin væri náttúrulega Hvað eru margir listanum sem er á Forbes listanum? Eru margir aðeir á Forbes listanum hann hefur þeir á Nei, svarið hans var Jens Albinus Hæ? Sem er danskur leikari Jens Albinus Kíkt á IMDb Það er spyrðað að tala gerfugendina sko Kíkt á, já það var svarið hans, þannig að þú fegst ekki stiga Jens Albinus Já, það er frægasta nafni í símaskráninni hjá Steinda Það, sko Eitthvað trúður úr Danmarku Ég var ekki búin að renna líka nógu vel Ég var ekki búin að kíkja á síma Jens Albinus is a Danish actor and director Hvað er með marga á Instagram? Hann er ekkert, þetta er bara eldri kall sko Ég meina, þú sagði þetta að vera frægasti einstaklingun í símanniðinu Já, sko, ég var heldur ekki búin að prófa Ég gæti alveg fyrir að finna einhvern annan sko. En Steindi, ég spurði eiginlega sömu spurningu Hver er frægastur í símaskráninni hjá Agli? Þú veit fengið stig hérna, komist yfir sko, Þú mátt ekki komast yfir Því að ég er í vesinu og giskar á þetta Hann er búin að vinna alvöru velunni og allt sko hérna, Ég ætla að segja að þetta sé Klaas DJ Klaas sem er náttúrulega Það er rangt, hann sagði Eiður Smári Guðjónsson Þetta er gott giskað Hann væri frægast einstaklingun í Ég menna og spáir ég, ok, út tala frægast Ég hef við númerið hans líka í það Já, hann er tölulega þekktar heldur en Jens Albinus Já, ok Þetta er með frægari knattspyrnumönnum of all time Já, ég klúraði þessu svolítið. Já, finnst þér Herru, þá er næsta spurning Og ég ætla að byrja þér núna Steindi, ég spurði Egil við hvað dýr ertu hrættastur og hvað sagði hann?
Ég held að Egill hafi sko Ég hugsaði fyrst ljón. En málið er að sem Egill sko, hann hatar líka sko, já, ég var að fatta þetta núna. Djöfull er ég gáðar, ég var að fatta þetta núna. Já, hvað er það? Það eru geitungar. Það er Yes! Þetta er Hversu stig. oft höfum við verið að preppa þáttinn einhvers staðar hérna utan dyra Og hann er bara eins og lítið smábarn. geitungarnir mæta og hann beður mig að kveiki í útlandavindli. Muni í Berlín Já. Berlín að díla við geitugumandamál Já, Og Steindi kveikti Steindi villi. leysti það. Já. Með vindlónu sínum Herru, hann er komin yfir, Egill. Ganska. Þú er að reyna að Já, jafna. nú, hann vinnur 1-0. Hvaða dýr er Steindi hræddastu við? ég ætla meira að gefa þér það. Ég nefndi 3 dýr. Já, ef þú segir eitt af þeim og farðu rétt. Ég myndi samt halda að hann sé ekki trættur við mörg dýr sko. Ég sé það ekki einhvern Samsaðan 3. Já Það eru íslensk dýr eða? Nei, það eru bara kindur og hestar. Það gengur ekkert að hrættu við það. Ekkert af þessum dýrum Þannig að ég nefndi eitthvað að því Já, hann farið stig. Sko það sem poppaði fyrst upp hjá mér Í rauninni þó hljóðum aðstæðanlega var mágur Út af því að þú varst niðurlega Já, hann tók þá sögðan, ég nefndi ekki að heyra hann aftur. Hann vildi meina að mágur sem kom heim til hans að verið rúmur Rúmur 1 stór, metur. sko. Þetta var- Það var pelikanni sem var að banka á klukkan hjá honum. Ég hefði átt að taka mynd á hann sko. Já, heldur þú? Út af því að þú varst lafhrættur við hann Ég Þú sagði sjú Nei, ég var að segja út um gluggan. Þegar ég opnaði fyrst, þá fór ég beint aftur inn. Af því að hann var þannig að því að máli er að yfirleitt fljúa þér. Ef þú opnar hurð hratt og mágur fyrir utan, hann myndi bara drullast í burtu. Ekki þessi. Nei, þessi bara he stood his ground. Hann ég- hreyfði sig ekki. Þú sagðir ekki mágur, hann ég er ekki Skrítið, maður. Ég þarf Ok, þá er eitthvað erlend dýr Var mér að drýma þetta? Þá hlýtur að segja eitthvað klassíst hérna, krókudill, hákall, hérna, kónguló, snákur eitthvað stað þarna Já, ég þarf svar. Ég held þú hati snáka Nei, það var ekki, það var úlfur og hrægamur. Og hákall. Og hákall. Hrækamur getuðu þú dauð, okkur þú hrættu við hann Nei, þeir byrja að geta það held ég þegar þú ert weak sko. Herru, það er næsta spurning. Ég ætla að byrja á Heldur það þér. að pakka með saman þér Nei, samt breytt 0. 2 eftir. Ég ætla að byrja á þér núna Egill. Hvað myndi Steindi bíða þér röð eftir í 2 daga? Eftir hverju myndi hann bíða? Þetta er mómentið mitt að ná í punkt En það má bara svara einu sinni. Já, nei, ég er bara að segja Það má bara koma Þetta er ekki, ég er ekki að tala með býð ykkur rassabúðopni sko Hann sagði ekki það. Nú ertu búin að segja það. Nei, Hann ég sagði er ekki það. ekki að fara að segja það Hei, þú mátt ekki segja svona. Nei, Þú ég er verður bara bara að segja svo ætlar að svara. Nei, ég sé- Leiðu þú að fara að segja hvað þú ert að hugsa og hvað þú Nei. ert búin að pæla í. Já, ég er ekki að fara að segja það Mér finnst það næst að þú að segja þessi svarið. Það er ekki- Það er nýja reglur í þessu. Þannig að Þetta er snertum að reyðu mig. Það er það ekki blöð. Ég sagði, ég er Þetta ekki lítur að vera eitthvað reglur í Það þessu. er ekki að fara að segja það Nei. Nei. Sko, ég held Hvað myndi hann bíða eftir? Sko, Hverju? svona ángríns Ég held að eina sem þú myndir standa í röðu 2 daga yfir Það er ef þú væri í einhverju nördabúð Þú ert náttúrulega nörd Og það væri eitthvað spil eða eitthvað collectors item eða eitthvað stokkur eða eitthvað sem þú getur potentially fengið eitthvað sjálfgeft spil eða sjálfgeft eitthvað sé, svo þetta safna Þetta er gott svar hjá hann. Hann sagði risa UFC kvöld sko. Já, ég ætla samt alveg Ég ætla að gefa allir stig fyrir þetta. Þetta er rétt Ég hjá hann. sagði þér enda líka ef það 90 væri markaður. eitthvað lektim Já. ef það væri eitthvað Er limited. það ekki? Þú færst stig. Takk, eitt Egill. Nei, hérna Steindi. Eftir hverju myndi Egill bíða í 2 daga í röð? Í 2 dagar ég myndi halda að væri besta VIP dæmi það er að performa á Tomorrowland. Það er eitthvað tengt Tomorrowland. Nei, hann var með frábær mjög gisk, sko. skrítið svar. Hann myndi bíða í röð í 2 daga eftir að fara í Linner með Matthew McConaughey í Stallone. Arnold Schwarzenegger Linner er Hvað- þegar bíddu, hvað í- Linner er því fyrir í lönd og það dregst fram að láta Ég veit hvað Linner er, en af hverju í hvað röð ertu í hvað röð Þetta er svo býður upp á lélegt það? Röð býður ekki upp á það. Ég var að útskýra fyrir hann. Þetta er eiginlega sem hann myndi bíða í. Þú veist, röð þýðir að ef þú ætlar að þú veist, þetta meikar ekki sens. En ég get ekki byrð 2 dagar í röð eftir að Hann gegga á myndi bíða í Tomorrowland, 2 daga í röð eftir að fara í Linner. Getur ímynda hvað þessum sko gaur. Linner þetta væri Spári í því Herðu það síðasta. Það er 1-1. Já. Hvað er eftir núna? Ég sagði við hann að Steindi minn aldrei giska á þetta. Þetta er ekki til. Núna get ég get unnið þetta nú Þú getur unnið Ég get unnið þetta Síðasta spurning er hvað stressaði mest? Ég ætla að byrja á þér Steindi. Hvað stressar Egill mest? Þetta er Það sko Ef þú svarar þessu rétt og getur ekki tapað, Það verður gott við að geta ekki tapað Sko, það er alltaf jákvæmt. ég ætla að segja að það sem stressar hann mest sé að ná ekki nægum svefni.
Nei, en hann var hreinskil núna, það er public speaking. Hann var auðvitað með að fara upp á svið og tala. Það er sem hræðir að mest. Hvað, ekki verið fílu? Public speaking, Já. það meinar þú? Það er að performa á reysa festivalum. Hann er ekki Ég hef verið með honum Hann er þar. ekki að tala fyrir framan fólk samt. Já, þá er ég bara að garga og liða og hoppa og allir í gýr og Hann var auðvitað með að halda ræður. Veit ekki alveg Já, hvað munur er ég- það. Herðu, það er bara En verið en fílu, nú Steindi. ætla ég að Já. vinna þetta Ég sem stressa Steinda mest upp Já. Og það er eitt, ég er örgum punkt Ég myndi halda að það hlýtur að vera Sko, hann fór í 94 skimanir hérna í COVID-pandemic Og þannig að Ég fór ekki í 92 ég sko. myndi halda einhverju svona kvillar veikindi að bara stingi í kviðin að fyrir að googla það, stressast alveg vel upp í það, hann bara eitthvað að honum, þá bara keiri stressuð upp, sefur ekki. Nei, það er vístir hann fyrir gúlagið í Call of Duty sem er jafn skrítið svar og Matthew McConaughey og Það það. er- Þetta fór 1-1 drengir. Það er skrítara að svara Nei, með það- það. það- var stórfurðulegt þá er allt allt saman. Þú ferði í gúla. Það er allt undir að komast Í aftur inn tölvuleik? sko. Já, 1-1, við skuldum auðlýsingar, við getum rætt þetta bara hér. Þetta er topp tónlistarstöðin. Það held ég þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, við erum komnir með rándina gest í stúdíóið. Ég vil með, er þetta ekki einn stærsta popstjarn Íslands og ég sem ekki að móðga neitt? Jó, Frikki Dór. so many hits. Já, þetta er maður sem á of marga hittara. Já, veit ekki hvað hann að gera þá? Nei, hvernig erstu Frikki? Ég er bara frábær. Er það ekki? Hvað Dag- gerum við með alla þessa hittara? Ég minna eins og í dag þá segir ég bara another one. Já, svolítið hann eitthvað. Another one. Another one. Til í allt þrjú, já, til lukku með lagið. Takk, takk. Sturla, virkilega gott. En já, bara fyrsta spurning er alltaf eins og ég segi, hvernig ertu og hvað er í gangi að Frikka núna? Ég er bara mjög glaður og góður og bara Þú ert ekki jafn glaður samt og bróðin. Við erum bara hreinskilnir. Sko, ég held alveg við séum alveg jafn glaðir sko. Ég, Þú bara, bara ég sýnir farið öðruvísi. öðruvísi með það einhvern veginn. Þú veist, Það byrgir aðeins með- það er alveg nóg fyrir mig að vita bara í hjartanu mínu að ég sé glaður en ég þarf ekki að segja öllum sem eru hérna bara fyrir utan gluggan einhvern veginn að það sjáist að ég sé nú glaður. Nei, nei. En þú ert glaður. Ég er bara mjög glaður og hress og kátur og Hvernig var áttur hérna, þú sagður okkur þetta í stóra sviðinu, hvernig eiginlega hann áttu badnaðamlega hjá þér hann Jón? Hvað var það? Það var eitthvað syngja eitthvað? svona Jú, ammælisöngurinn var svona eitthvað að klárast og hann byrjaði djöfulan gerðan, já, það var eitthvað alveg hann bara náði að láta badnaðamæli dóttur mín að snúast um sjálf sko. Það var ótrúlega Já, svolítið gítarinn og Já, voru eitthvað lag. En sko, hann má samt eiga það svo þessi tekið fram hann er mjög góður svona venjulega bara hann bara glemdi sér hans því ég held að hann þurfi ekki að er auglýsa- alltaf að peppa í kringu sig Já, Hann er hann góður í vildi því. búa til gleði. Hann vildi búa til gleði Já, já, já. En tónleikar, Tónleikar svo sundaginn Já. Tvennir Já, En þá til mig er hann á 23 sjóið og það er partí. Það er partí það er alvöru Alvöru partí. Herðu, verður til í allt þar eða? Já Já, Tjúnar þetta frá sviðið? Já, byttu fyrir þér Auðvitað mætu og tökum lagi Vel gert. Já, Þetta er það hvað, 16. Þetta er bara núna. Já, þetta er núna sunnudaginn. sunnudaginn. Þetta er 17. daginn eftir og Rauður frí dagur og og- mánudaginn, Já. allir mökkar og sunnudaginn. Þetta er frí á mandaginn Þetta er lögadagur En Já. ertu að fara að taka, er þetta útgáttun? Ertu að fara að taka plötuna eða ertu að fara að taka bara alla hittarana? Þetta er bara, já, þetta er bara allt, skiluru en hérna tek eitthvað af þessari af nýju plötunni, tek hana svona nánast þetta eru nú bara 6 lög, ég held ég taki 5 af þeim Já. og hérna en síðan er kannski eitthvað aðeins breytum aðeins meira partíprogram síðan á seinni tónleikunum Klukkan 11. Klukkan 11 Já. Þá það er erum við líka bara að opna dýragarði Gaman að segja frá því að áskrifundur Blökkarsins fengu Heldur. tölvupóst í gær og þið fáið 20% afslátt á þá tónleika. það er svoleiðis. Það er út alltaf að græða Alltaf að græða fyrir það. Já. Já, Þeir byrja 11 á sunn 11 vassum og hvernig er þetta klára svona cirka myndur Svona, þá myndi ég alltaf að þetta vera klára ég sé ekki að keiri hlið á setni þannig að þá eru við kannski hálf eitt hvort er eitt Þannig að fólk er að mæta Alveg. mökka þarna, þetta er bara álfuru, veist Já, það já. Þú ert komið með katalóg þar Já. sem þú getur staðið á sviði í 1,5 tíma. Já, Það er bara þannig. Það er bara svoleiðis. Það er helviti hart. Já. Hvað ertu gamall? því ég 36 36 ára? Næstu, ég er 35 Bara ef maður hugsa það, það geta staðið á sviði í 1,5 tíma og Það tekið er- bara lög eftir sjálfa sig. Það er mjög gaman sko. Er ekki frekar lítið af fólki sem getur það? Ég er bara þau stæstu. Ég myndi alltaf að við varum að fara að setja svona 27 lög 27 á lög lista Það er rosa. Svona sem Hvað er að þínu mati besta lag þitt allra tíma? mitt besta lag Já. allra tíma
Sko ég hef alltaf verið mikill leiðaloka maður. Sama hér, ég hef nú sent þér það. Já. Ég var Byggist það á því. lengi efstur á Cozy Blöð hérna. Það á Cozy Blöð. En ef þegar Blöð setur það efstur, hann setur það neðst. Því hann setur alltaf 9. og bestu lögin neðst. Hann kann ekki að rætta þetta sko. Það eru 3000 manns að followa Cozy Blöð og Spotify. Já, en hvað með að setja bestu lögin efst? Ég kann það ekki. Hvað er ég að segja það? Hann setur nýtt lagin neðst. Það fyrir neðst. Það er mjög spes. Ég var að enda inn einhverju nýju veltum John-lægum það. Skrollar ekki neðst. Það er neðst. Hver skrollar neðst? Your Song var þetta. Það skrollar, nei. Það setja allir á bara svona shuffle. Nei, það setur enginn að shuffle. En er ekki líka svona ráð bara því að þú vilt virkilega að fólk kynni sér listan að þá þurfa allir að skrolla alveg neðst. Getur ekkert farið beint í nýjasta lagi sko. Varstu eitthvað fólk hafði mikla rákir að þér þegar þú byrjaði með það? Það ég hef rætt þetta nokkru sinnum hérna í þessum þætti að það er eitt og óþægilegast sem ég lendi í. Þá var ég þunnur á sunnudegi að búa til Cozy Blöð eftir það mörg ár síðan að öll lögin sem ég var að setja inn poppuð upp á Facebookinu mínu. Þannig að kom bara Audihess Added Run to Cozy Blöð og öll lögin, þetta var allt eitthvað þunglyndislega og fólk að senda mér bara eftir ekki góður eitthvað og ég fór bara í panik, hringdi Egil bara, hvað er að gerast hérna? Hvernig? Og hann laug að mér að ég hætaði þannig ég myndi ekki sjá það, þannig að lögin héldu áfram að koma en ég sá það ekki og þetta var svo vond. Þetta er gott sjátt. Já, leðalokk. Mér finnst það gott og svo elska ég það alltaf hlið líka, bara svona fyrsta dæmið eitthvað. Hvaða lag, við segjum að partí byrjar 11 á sunnudaginn, hvaða lag svona veistu að, það er náttúrulega hérna, er ekki stærsta lagið, samt Eurovision hérna? Jú, síðasta skipti. Jú. Það er gott svona sing-along svo ertu með bara til í allt sirpuna og út með, hún er alveg með Dance Music Hall líka, gott svona skál fyrir þér, so many hits. Þetta er líka svo gaman í partítæminu sko hjá Frissanum, það er svo fyndið hvað sem Mike lekur. Þeir lekur. En það er gott að það er svo gaman að maður getur verið bara í að láta liðið öskur syngja og síðan vera bara að, þú veist, skilur, þetta eru ballöður og þau eru að syngja og svo er þetta líka dansitime og þetta er bara öll, þú veist, fólk veit ekki hvað kemur. Já, ég ætla að mæta og hlaka til. It's a whirlwind of emotions. Þetta verður ekki sit-down tónleikar, allavega ekki setni sinni inn. Já, ekki fyrir heldur. Háskólabíó, miðasalaðinn á friðrikdór.is. Já. Og herri, ég ætla að henda þér í hérna, þú komið svo ofta en það er ekki hraðaspurningar. Mér langaði að spyrja þig að því sem ég var með í þekkið ekki á strákana og fá bara svona þín svör. Hvaða dýr ertu hræddastu við? Sko, ég var að hlusta leiðinni, ég er sko mjög hræddur sko við sjóin, þú veist, mér finnst vont að fara út á svona hjólabát og eitthvað svona dæmi þegar við erum erlendis. Sammálaður þar. Þið líður illa á sjó. Já, þú veist, engin veit hvað býr einhvern veginn í vatninu sko. Þannig að þetta eru hágallar og hvað kemur bara einhver skata og drefum mig, skilur þú veist, þetta er svo marga leiði til að deyja einhvern veginn down under sko. Já, jafnvel bara kæmi bara eitthvað risa drastlat upp úr einhverju sprungu sem bara, og maður væri fyrsti sem myndi lendi í því feikindi sko. Ég er svo ónægjaður, ef ég hoppi í sjó þá er ég hræddur við jellyfish. Ég er ekki hræddur við að sé að koma hákall eða eitthvað. Nei. En jellyfish gerir ekkert við þig. Jó, þú brennir þig í örfin og dreipir á skötu sko. Það deyrði ekki að jellyfish, skilur. Við erum að tala svo er eitt annað sem við erum alveg að skauta yfir. Það eru einhvern svona lítil kvikindi sem fara bara inn í eyrun að þér og eru bara eitthvað að verpa eggjum inn í heilan að þér sko. Það er við erum að gleyma þeim. Það er reyndar líka sko, hérna, hvað heitir það, skandinavísku skóarmítill. Þá getur bara verið einhverju útilegu bara í sænskri skóarsælu einhverstaðar. Það er ástæðan bara Steindi þorir ekki, ég er ekki að grínast núna, Steindi þorir ekki að lappa í gegnum runna og þetta er sönnsæð. Ég var hérna í frisbeególi bara í Laugardalum, ég hendi inn í einhvern runna, ég sá fór kafinn í runna og ég hugsaði bara, anskotin maður, ég var á bollu sko, ég hugsaði bara, ég ætla að skilja þetta disma, ég nenni ekki. Þú sækja hann í vetur þegar blöðin fólk er að lendi í mítlinum þetta sko. Við vorum að skemmti einhverjum útskrift fyrir einhver ári síðan eitthvað í Fossvoginum og ég sagði, steytum okkur leið hérna, hann bara, ég er ekki að fara að lappa í gegnum einhvern runna og fá einhvern mítil í mig. Hvað er Þegar það kom samt mikla faraldur fyrir nokkur árum. Aldrei verið á Íslandi. Jú, er það? Skóamítill, hefur ekki gert skóamítill? Nei, sem þú færi hérna Lyme disease. Já. Er það? Þeir eru ekki allir með Lyme disease. Nei. En þeir geta. En þetta er náttúrulega ógeð. Næsta spurning, eftir hverju myndir þú bíða í röð í 2 daga? Mitt
tónleika ég vil á einhvern artista. Og ekki segja Linner með Matthew McConaughey Nei, já, það var svolítið svona frjálslega farið Getið ímyndið hvað það var gaman Till okkur apotekki Matthew, hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri Það er rosalegt Slæst að lóna að selja úrasafni sitt Ekki rætt það Þú væri bara eins og hálfviti hjá þeim. Hvað myndur tala úrasafni að slæst að lóna? Bodybuilding Það er maður sammeilegt Ég myndi alveg, ef það væri bara eitthvað svona bara ef það væri bara eitthvað fyrstu bara eitthvað að fá frían miða bara eitthvað úrslitaleg bara heimsmeistarkeppnar eitthvað í fótbolta, ég myndi alveg leggja ýmislegt á mig. Þú myndir býða í 2 daga eftir miða úrslitaleg á ef Ísland væri í honum sko, eiginlega. Og pælega muni að litla Ísland væri bara að spila á mánudaginn 17. júní. Það verður gaman Það er helviti gaman, við ekki það. Svona er þetta. Svona er þetta bara, hvað stressaði mest? Og stress, já. Ertu stressaður að eðlisfæri? Ekki svona beint sko, Ég myndi að freki dósi að heldur slagur sko. Frekar slagur Er þetta ekki eitthvað Ég hef aldrei séð þið stressa Nei, en það er keppnismæður í þér. Þetta hlýtur að vera klæðfáleikur sem er mikið undir. Ég get alveg sagt sko, bara eins og þessi fáu skipti sem ég fyrir golf og ég fer á svona fyrstu hólu til dæmis á Keili inn í Hafnarfirði, það er hægt að svona fólk getur staðið og hort Já, þú ert að fara að taka upp á sveggi. Já, ég Það er tengi alveg þetta. Ég fór grimmur eins og frammistöðu gólfmót því erlendis. þarna. Já, ég vann eitthvað mót hérna og fór erlendis. Það voru svona 200 manns á horfa á fyrsta höggið mitt og það er einhver versta tilfinning sem við bara Bara þó það væri bara 3 að horfa hjá mér sko, ég bara, þetta er hræðileg tilfinning sko. En er fólk eitthvað að hlæja að manni þar? Já. Er það? Jú, heldur líka Upphátt alltaf eða? heldur líka maður sé svona léttu ljúfur og kátur eitthvað svona kemur næst eitthvað, ég er bara hlegið. Já, ég fikk kall í Mosó á 18. Síðasta spurning, hver er frægastur í símaskarunni á Frikadór? Já, ég mitt, þú veist Ertu með einhver ellenda artista eða eitthvað? Nei. Ég er ekki með Þetta ekki með hérna Jens Lieberach Það er minn uppáhalds danski leikar. Hann er frábær. Hann er ógeðslega góður og minnst svona early work ekki það impressive. Það var hinn í hann eftir það var gaman Þetta er bara eitthvað Jens Aron Pálmarsson er hérna og þetta er bara eitthvað svona. Það er nú helviti stórt með Aron Pálmarsson. Það er bara kóngurinn. Eiður kannski og Bubbi. Svo Bubbi hérna og eitthvað. Bubbi kom og tók með lag hérna í hörpunni. Já, hvaða lag var það? Já, ég fekk að koma á svið hjá honum, já, og hann tók Bleikur Blár. Já, Bleikur Blár. Sem hann dyrkar, það var huge. Stórt moment. En maður pælir í, það er smá Bubba-lekt að það myndi fara Bubba að taka. Það er góð punktur. Það er það, sko. Þetta er alveg nett Bubba lag. Bubbi, og svo nefndi Bubbi í þessari sömu að hann hefði verið til í að semja Esjuna, sem er náttúrulega mjög Bubba-legt lag líka. Já, þetta er bríti. Já. Herðu, það eru tónleikar á sunnudaginn uppselt á fyrir tónleikana en það eru ennþá einhverju miðar eftir á sýninguna klukkan 11 Friðrikdór.is Sér part 3 live sko. Part 3 live Á einskot hérna á okkur Fremsta bekk að ég var ekki að rannsókn einungis 5% af skóa mittlum í Íslandi bera Lyme disease þannig að þetta var að helvíti óheppin 5% eru samtalið slatti sko. Já, en 95% hefur verið vel eðalega hana 5% Já, þú getur bara sótt frisbydiski aðeins slakað á Steinþór Ég segi bara við sjáumst í Háskóla bíói á sunnudaginn og þar verður þetta lag væntalega tekið Steindi var nú að staðfesta það, myndi mæta það Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Hárið eru Dynout og Bodyfuel sem að færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og Dynout eru komin eða þau eru mætti í hvernig orðaði þetta? Salveisluna Það er að leia salið, þú ert að fara að útskrifast eða gifta þig Það er rosalegt Þá tjekkar á Dynout Það er stórt Það er risastórt Við þakkum Frikadór, kjærlega fyrir komuna Já, alltaf ekki að fá frikka sko Já, og var ekki spurningikeppni Gilsarnas eitthvað tengt Jú, það var nýja laginu tengt þessum monster hit King of Til í allt Ok, er þetta keppni Jú, ég er alveg til að vinna þessa Eina keppni sem ég vildi ekki vinna var King of Vókið Þú ert sem ég Það var great honor að vinna það Það myndi ekki Þú steindi pakkaði því saman Já, en ég myndi segja samt sko Geðvitt er að vinna það Þú getur litið á þetta líka blöð sko að þú sért að keppa í King of stemningsmaður sko. Það er rétt Þú ert, ef ég var í bukki núna þá ætti Steind að vera líklegri Hann er meira til í allt en ég Við erum ekki samt bara svipaði stemningsmaður Nú var akkurat 4 vikur í The Carlet Þannig er ekki góða líkur á að við tökum til í allt Kallar þetta Cotelet Cotelet á ennsku er The Carlet Nei, það er lamb chops
Cartilage Munið þegar ég spurði hérna Hvort að kjöti væri Is þetta bull or is þetta svæn? Já, það var óþægileg komment Var ekki gott Það er ekki gott Is it a bull or is it a swine? Þegar stóð að þetta væri beef taco Og hvernig fyrir vélinn, when does the machine go? En ég að velta fyrir mig sko Hvað sagði þetta? Írisan sveppa Hver svona af ykkur tveim meira svona sem til í að pröfa nýja hluti og meira svona opnari fyrir Ég bara heyri að þú ert að fara að vinna þetta af því að öllu kannu slepptu ég vanafastasti maður en hann samt herra nójaður líka sama tíma þannig að þú veist, þú ert vanafastur ég hata hann nójaður þannig að þetta, ég seti þetta bara 50-50 bet sko ok, 8 spurningar að kera þetta í gang hvað tók þið langa tíma að búið þetta til? Byrjaði klúan 9:30 í morgun og fólk heldur sér grínast, ég er með evidence fyrsta voice memo mitt er 9:30 þetta er bara að vinna í þessu Þú ert með evidence Ég með evidence, fyrsta voice memo var 9:30 Já, ég veist bara merkilegt að gera eitthvað annað í lífinu það sem ég þetta Ertu til í að labba gegnum heilan bæ til að skella þér í old fashion slella? Já, þetta er skot á mig en ég var það, já Það er ekki skot á neitt Ég bara velta steinum Varu til að labba gegnum heilan bæ Ekki í dag Þú veist þú að fara bara í Ertu að tala um sleik Ertu að tala um bara alvöru sleik Já, en ertu að tala um í dag Ertu að tala um bara á lífsleðinu Sko spurningin ertu til í það? Ég er ekki til í það í dag Ég myndi ekki labba í gegnum heilan bæ Ég er búið með 1,5 rauðvilsfösku Ennþá minna þá Nei, til að fara í sleik, það er bara aldrei Ég er velta steinum bara En þú ert að tala um bara það á lífsleiðinni þá var bara ég sem úlingur hefði örgulega labbað bara upp á Ég verði þetta gerðist Það var eitthvað svona ekstra orka í úlingsblöð eða þú veist með við aðra úlinga sko Það var tæpur Ég skammast mér ekkert fyrir það Orka í úlinga Þá er ég að tala bara með við bara Kös og Svessa og hinna úlingar Svessi var nú ekkert mikið skári Það var að senda lög og ljóð sko Já, ég veit það, en það var bara svona öflug náttúran í þér Hvernig senda hann þessi ljóð, Svessmouth? Með dúið það? Hvernig gerði þetta á króknum? Ég bara veit ekki Það er góð spurning, hvernig senda hann það? Bara með, hann er vantilega bara sendu vafið fótinn á bref Svessir hlustar oft, ég lenn ekki að fá síntalið þetta þáttinn bara Þú er ekkert að labba, það getum allar mós og ég held að þú er að fara í sleik 1-0 fyrir blöð Til í allt Ertu til í að leggja þig í flugvél þó það verði til þess að engin annar í flugvélinni geti lagt sig? Nei Blöð var ekki í mótana? Nei, ég get ekki svo við flugvél Ég kýs að vaka í flugvélum En ég hef líka verið bara það þreyttur að ég hef lagt mig sem minnum á það, ég þarf bara að setja inn hérna vídeo og það er að hrjóta í vilni Það er í næsta stúdíu Næsta stúdíu þetta er blöggastinu En ég meina, þú veist, þú ert líka búin að setja hrótuvídeóða mér hann í bústanum Það verður ekki toppað Já, that shit sko viral núna sko Já, ég setti það fyrir nokkrum árum síðan Það er ekki mér að kenna það sem kom á TikTok Fólk er að reposta því again Það var þetta skrítið, það var eins og að vera að drepa ketti Já, mér varst það svolítið skrítið og þú hafi bara postað þessu Hvernig var það svipað í flugvél? Ég eftir að heyra Nei, það var ekki það slæmt en það var mjög gott Það kom svona eitthvað auka hljóðu lókin Já, það var, ég málar það er hrótt, en málar þessar hróttur ég hef aldrei heldur, þetta var líka nýttur í mér Þannig að þetta var one time only hróttur það Fólk verður að vita það, ég rít ekki svona Nei, Væru til ef þú væri Feksteindi punkt Það er 1-1 Væru til ef þú væri í álvöru gýr að rífa upp síman og pantaði stykki? Nei, sem betur fyrr Ég elska þegar hann kemur með stykki Þetta er bara öðru gýr Álvöru gýr Nei, við tekið það fram hérna Ég myndi ekki að höndla það Við erum ekki nógu Þeir eru bara light beers og cocktails Já, læta næja Stemning Ertu til að vera sköllóttur að eilífu? Já, ég bara hef ekkert annað val Tyrkland Tyrkland, jú Það er valið eitt blöð Ég er til að vera sköllóttur eilífu Og hefur val Svo hefur val núna, 2024 sko Já, það er líklegast að græta með pillu sko Steindi er orðið sköllóttur Já, en ég hérna Og fólk má alveg vita það líka Því að Steindi hann lappar eins og hann sé proud bald man, bald by choice Þetta var hérna fyrir eitthvað skets Hann gerir ekki enn að töðum hvað hann finnst hann ómyndalögur svona sko. Og hvað ætlar að fara að ljúga því? Nei, ég er bara að segja, ég er óvanum mér svona Þetta fer mér finnst þetta ekki fara mér Mér finnst þetta faraði bara helviti vel En já, ég bara, ég meina ef ég er sköllóttur þá er ég bara sköllóttur, ég get ekki að gert það því Ég meina allir skinka lendi í nákvæmlega saman þú Já, Hann snóðaði því En hver var spurningina, ég myndi hvað?
Þú til ég að vera sköllóttur það sem eftir er? Ég er bara til ég að bara já hann spurning til ég að vera sköllur eilífu. Ég held að ég sé betri með smá hár. Nei. Það er 1-1 þá. Nei, 2-1 þá, ég lítið á að fengi stig, ég er til í það. Rétt og blöð, 2-1. Ef, sko, ég ætla bara því við með lággendaðstölu og ef með 2,25% bjór hérna. Þú ert ekki það létt við hérna. Ef frúin myndi gefa það green light varu til að taka þér eina nögl fyrir nótt með sexy brew. Nei, bara alls ekki. Er það eitthvað sem var til að skoða? Nei, ég myndi ekki, þó ég þurfti ekki að taka neitt af mér. Ég myndi ekki gera það þó ég þurfti að taka með derhúðu. Við náttúrulega erum gagginni. Já, topp maður og hann er mjög myndalegur en ég er bara engan áhuga að taka nótt. Heilt yfir eru gagginni, sko. Heilt yfir, bara alveg yfir. Ég segi við höfum ekki áhuga á því að sofa hjá Rúrik. Nei, og ég þurfti ekki að taka nögglega neitt, sko. Og hvað þá að rífa af sér neglurnar, sko? Já, ég minnst að það við sloppið. Ég var ekki að tala um putta. Þú hefði frekar átt að sko breyta sig að þú veist hvað hefur, þú veist þetta er miklu erfiðar ef það vært að rífa af þér allar neglurnar og frekar þú veist, þú hefði getað snúið sig út með nörð. Það er mikið að liðið nútið sem hefði bara rífa sér allar neglurnar og ekki bara hálfa höndina. Ég held bara að sé enginn. Nei, það held ég ekki og þá er ég ekki bara að tala um Rúrik, þá er ég bara að tala um svona in general þegar ég kemur að öðru fólki. Já, ég meinti það líka, þetta var nú ekkert á hann er glæsilegur. 2-3 blöð, Steindi, ég legg ekki vel núna það var að rífa það sig í gang, sko. Ég má ekki vera kóngurinn til með allt. Já, sko, rífa mig í gang, það er 2-1. Þú talar eins og það sé 5-0. Hvað er næst? Hvað er það, send it as we go? Nei, sko, nú er ég bara að hugsa uppröðu. Þetta er svo langt. Hvað erum við ekki búin að vera alveg heil lengi? Hvað er næsta spurningu? Ég er með hátu út úr fara ópá. Það er alltaf 2 eftir. Ert þú til í að henda þér í bleið út með niðurgang? Nei, ég get ekki gefið þér punkt blöð. Sko, ég ætla að segja bara já það. Af því að shit, þetta er dead time. En byrju það er nú að vart að negla þessi 2-2. En ég ætla að segja eitt þetta því ég vil láta það fylgja með. Ég væri sammála blöðunum, ég myndi bara vera inn á baði. En ef þetta væri, ég þarf ekkert að sofa, þá finnst mér ekkert að því að setja bara eitt skjöld undir mig. Einu fullorðin maður sem ég þekki af því að ég var það að lasin að ég var hrættur að myndi kannski eitthvað gerast bara þegar ég var í sofandi. Ég þekki menn sem að gera skrýtna hluti. Sveppi, Pétur, fleiri. Ég höfum alveg talað mikið um svona ræpur. Engin annar í kringum mig sem myndi á nokkurinn tímapunkti setja barnablei á raskat á þessu eins og þú gerðist, bara svo veitir það við höfum ekki alveg hætti það það myndi enginn gera ég myndi að þú átt fullt af börnum þú tókst barnablei og settir á rassinu þegar þú tekur bleiuna upp úr pókanum þá er hún svona krumpuð saman fattur þú ert ekki búin að opna hana til að setja á krakkan hún er bara svona saman lokuð onni ég sett hana þannig onni í nariðunar aftan á sem gerir þetta ekki sem er basically eins og ég hef bara getað alveg sett hangklæði þú veist ég setti bara eitthvað sem ég fann ég var ekkert að eima á þetta en fórstu í buksur svo yfir nærbuksunar eða varstu bara nærbuksun? Bara nærbuksun setta ég veit ég var Sigur hún horfði á því hérna í nærbuksunum með bleiuna var hún bara ég ætla bara að láta ykkur þetta ég hef með svona 42-30 ég var eiginlega dáinn og ég var með upp og niður þú íkir ekki upp og niður og nóru ég ætla bara að minna ykkur það var allir fengið svona veiki já það eru margir sem er að hlusta sem að fengi verri veiki þetta og tóku ekki barnableiðu sko flestir hlaupa bara á salinni ok, ég ætla að minna ykkur á núna sem er alvöru staðrind og það voru skátar sem fengu Nóró fyrir nokkur árum ég las þetta í Ykstardalandi og þeir voru lokaðir bara inni af því að þessi pest er það ömuleg að vildi enginn fá sér pest þeir voru lokaðir inni, allir saman í vesinni sem er reynda dreifindi í dag en ég hef ekki viljað vera þetta inni sko ég má hlæja þess að ég lendi í þessu líka þannig að við mögum ekki hlæja þess að við mögum ekki fengið sko hefur þú aldrei fengið Nóró? Fekst þú að sama skátari fengið? Sama fyrir utan það það var enginn sem læsti mig inni að ég var bara busy og ég hugsaði hvað ég gera þetta var bara neyður og ræð þetta er sofandi ok, ég er orðið mjög veikur samt sko. það er allir sem er að hlusta orðið mjög veikist þú er eitt svo einu í Íslandi sem er orðið veikur það er búin að selja mér þetta hafi ekki verið svo heimskulega sko blöð, þú ert náttúrulega basically, þú ert að tala hefur eitthvað verið að gera nummer 2 og allt á sama tíma já, þetta, ég myndaði það já, þetta bara einfalt já ég er bara að vera hægjaður og allt á sömu sekund ég heyrði reynda gott orðum undir daginn þetta kalla Gullfoss og Geysir það er gubbupest það er slæm gubbupest
Ímyndaði það sinnum 1000. Já, ok Sinnum 1000 Já, ég meina- þetta var svona rosalegt En ég meina að þú- Það er sko- 2-2 2-2 Þú þarft að vera bara varkár í svona aðstæðum. hinskilir Já. Ertu til í alls konar í hádeginu? Eins og hvað? Alls konar hvað? Ég er bara í Ha? Er þið til í alls konar í hátæðinu? alls konar koncept skoða ímisleg Það er bara misjafnt. eitthvað amálega, ok, ég sé að tala um ég er ekki að tala um að ég er ekki að tala um lunch Nei, ég tala um veit alveg eitthvað hvað það annað. tala um Mástu við tókum Ég er æfingar ekki Mástu heimil- við já, já. bekknum einu sinni Já. Sportinu Ég skal bara á hreinskilinn Ef það er í bóði þá er ég til í það Já, alveg 100% Ég hefði svo viljað vera flug á vegg þegar þið voru að taka backpressu að tala um þetta. Ég var ekki að tala um Það er rosalegt sko. Ég var ekki að Það tala um eitt og sér er krísi. Hefur þið verið flug á bekk Það hefur þið séð hvað þetta er steikt Já, já. Herðu, ég er að fatta, veistu hvað þú minnir mig á Nei. Þú ert eins og Joe Rogan Er það? Já, með þessi headphone á og mækinn fyrir framæði og sko Þú veist að hann er samt alveg, Líkur honum. hann er svona 65 ára gaman. Nú ertu alveg búin að eðlika fyrir mig. Ég var í stuði sko. Var í geggjum stuði rétt á hann. Ég sagði myndi má hann, ég var ekki að segja og væri nák Það var í stuði Ég var í því sko. Ég var ekki að segja og væri nák Ég er á leiðin í partí sko. Geði ykkur gín. Minni mig Hann er ekki 60 Jú, hvað er þetta að Joe Rogan sé bara 39 ára? Hvað meinar þú? Joe Rogan er bara, herru, nú getur þú spurt gerðigrindina eitt, hvað hann er gaman? Finna þér, þetta átti ekki að vera disk Nei, en það var það, að því að sko, máli er að ég hef þetta gíska Sér hann ekki, sérðu, hann er með headphone Já, ég ætla að gíska Og þessi, mækinn. hann er fættur 55 Hann er 67 ára gerð Hann er 67 ára Já, hann er Ekki gera þetta Ég ætla að eiga mynd Ég ætla að sjá bara hvort að my followers séu sammála mér Og ég ætla að vera með lokuðun og Það er svona að spurja Svo hann verið vond Já, En þá ég ætla að verður sjá það Insta Ertu sammála mér að hann sé líku Joe Rogan að Herðu, ok Nei, hvað meinar þú? Það er að posta mynda mér þar sem að ég er greinilega mjög óánægð með mig og setja það síðan á Instagram og Mér halda einhverja könnun þar sem að fólk getur farið meiri liða niðurleginu. Er þetta svona þáttur? Af því að það er, í mínu bókum heitir það bara einelti. Það veist, er það ekki? Er það ekki bara rétt á orðið? Hvað? Svona í alveg Það er að Joe Rogan er ekkert ómyndalöð maður Nei, hann er Finnst bara þið það einelti í stæðu og myndi mig á hann Ég er ekkert að segja sér nákvæmlega eins og Nei, hann ég veit það, en hann er bara 25 árum eldri en mig. Það er bara, það er bara staðfest. Það er bara staðfest, bara, ef þú horfur á kennitölurnar, það er bara stemmir það, hann er bara mikið eldri. Á fyrst ég afsökunar á þessu Nei, afsökunar, ég er bara ánæður að myndi sleppa þig líka að fara að gera könnun, sko. Það var ekki skrítið. Þarft ekki könnun, sko. Það er könnun þetta, maður. Ég sé til með þessa könnun Já, það eru bara, Íslendingar eru alltaf mikið í könnunum. Eins aðstæðanlega hljómar Sko Steindi, þú varst að gefa út lag sem heitir Til í allt En Blöð pakkaði það Hann saman svaraði ekki Alveg, Nei, hann svaraði ekki sínu Ég var- Ert þú ekki til í allt í hátæðinu, Steindi? Ég Ertu að segja mig það? Veitu, ég meina, Hann er bara svona Vertu bara hreinskilinn. Já, ég meina Vertu alveg hreinskilinn. Sko reyndar Ertu ekki til í allt í hátæðinu? Akkur heldur sér ný vaknar í hátinn? Ég veit það ekki Ég er fullari maður. Ég er að hugsa upp á bara Hvað heldur ég vakni bara í hátinn? Já, ég Býttu, hvað? Þú segir það, sko. Akkur tekur allt svona inn á þinn? Já, því hann sagði ég var í ný vaknar. Hvað er það eitthvað rosalega Nei, neist? ég meina, hann- Joe Rogan, það er bara ógeðslega Nei, maður bara sem því þú að hann séð. veit að ég vinn ekki bara sem nætuverður. Hann veit að ég bara ég er 9-to-5 kall, sko. Það er bara rosa stöður í þráðurinn núna Nei, þetta er bara búið að auðsa yfir junior þetta hægri vinstri. Ausa yfir. Eitur guss. Ei, þetta lagi fyrir þig, ef að fólk er ekki komið í gýri núna eftir til í allt að þá fer það núna. Þetta er sko, ég verð að gefa þér það, Egill. Þú byrðum að spila eitthvað svona lög sem þú fílar. Þetta er með þeim betri, sko. Thank you, sir. Feelings so real. Topp tónlistarstöðin FM 957 Hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi okkur FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum með þess að drekka léttöl núna, drengir. Það er ekki alltaf þannig. Já. Ef að Robb er að hlusta, það er nú alveg mátt fyll á kælinu hérna. Já, sko, við erum að drekka léttöla því að það er ekki til venjulegur. Eina sem er í kælunum er 0,0% og 2,25 út af því að Tomás okkar besti maður er búin að vaða hérna í kælinn og Richard Það er bara þannig. og Þráinn En það er komið að hérna dagskrárliðinum að hátu í dú. Þetta er ekki hátu í dú fellow kids. Herðu, ef maður tóðar í þennan mæk þá hreyfist þessi mæk. Já, Og Frikki var að tala um að þessi mækur hérna var í lekandi. Budget concept Er stúdíu að bráðuna? ég veit það ekki, það er svo mikil hiti hérna. Steindi, hvað varstu með? How do you do fellow Sko, já, Opos, nei, hvað var þetta? how do you do fellow Opos eða how do you do fellow miðaldra piece of shit. Það er eftir hvað þú vilt, bara, hvernig, Ég hvað er þú bara vilt. til í
þetta allt Hvað er saman konceptið í þessar nýju keppni? Þetta er basically hann, þetta er ekki how do you do fellow kids. Þetta er ekki heitustu frasatur á götunni. Nei. Ég ætla að tjekka hversu góðir þið eru í miðaldra frösum. Já, og ég setja lægið samt undir Já. Við hljóttum að vera sterk í það Já, Það halda það M.O.P. er náttúrulega Opus beat, sko. Hvað gerir það? En málið er Blue er samt bara það sterkur í þessu Ekki, Ég kannski held að ég væri severe underdog hana. Ekki miðaldra setinu Ég er bara Ég er fellow kid Ef við ekki hækki það, er þetta ekki yfirleitur að herra? Fætt fólk svona meiri miðaldra stemningu. Já, maður verður að heyrast í þér Já, ok, drengir, eru þið klárir það? Já Þá ætla ég að henda ykkur í How do you do fellow Opus í sviga miðaldra piece of shit og þetta eru 6 spurningar í dag. 6? Já, það eru svo hraðar. Þetta er margar í dag Þetta er meira tempo en vanlega. Þegar þið náttúrulega vitið þetta miklu þetta er lettara fyrir ykkur. Þegar þið eru Vitum miðaldra. við þetta allt? Já, ég meina, þú veist, þið eru miðaldra. Lofa vitum þetta ekki allt sko Ok, ég ætla bara að byrja. Hvað þýðir frasin Ég út af mía? Það er Rauðun Blöndal. Bara, vá, hvað þetta er klikk Hvað segirðu? Ég tótti mér, það er bara guð minn góður eða bara svona, vá, hvað þetta er rosalegt Nei, menn að þú segir Ég út af mía. Já, þá ertu líka next, já, þetta er meira svona ég tótti mér Ég út af mía. Þetta er bara svona, já, ég ætla Já, bara svona guð minn góður Steindór, þú þarft ekki að gefa MVP ykkur sjensa þetta Þetta er svona, já, Hann er bara bestur guð í minn þessu góður, leik. bara, þetta er svona Ef þú guð ert að ekki nextlast Lækka aðeins blöð í læginu, ég heyri svítlega. Hvað segirðu? Ef Hérna? þú ert ekki ánægð með svaraðars blöð Já. og segir bara incorrect Nei, þetta er svona bara guð minn góður, þetta er svona, já, bara, Guð minn hvað ertu að góður. gera eða bara hvað er í gangi Ég út af Mér mía. finnst þetta ekki alveg nóg gott svar Guð minn góður. Já, ég veit ekki alveg það. Ég tótti Ég mér var, sko, já, ég ætla, við fyrsta skipti í þessari keppni ætla ég að heyra hvað Egill segir. Er það ekki? Ég ætla samt kannski, sko, Já, ég ætla að skoða Ég myndi segja bara svona þetta er eitthvað skrítið Ég út af mía, þetta er eitthvað skrítið. Nei, ég ætla að gefa undir þetta. Nei, ég held þetta sé svona Guð minn almáttur. Svona ég út af mía. ég tótti mér, rosalega frasi Helvítis blöðurinn, maður. Ég út af mía, þetta er frasi sem við ættum að byrja að nota mikið meira, drengir. Nei. Þá er það How to do fellow Opus spurning 2. Hvað er Candice? Hvað er Candice? Já, það er blöðurinn. Það er bara svona brúnt nammi Brúnt nammi. Sigur, já Brúnt nammi sem er sigur. Já Og hvað yfirleitt er gert með Candice? Þú veist, hvernig færðu þér Candice? Bara með kaffinu og svona Það er árið! Þetta er sigurmóli. Hefur aldrei hefst um Þetta Candice? er samt ekki frasi Ég tek Nei, bara þetta er ekki bara frasar. Já, ok Ég tek kaffið mitt svart sko Já, en þú hefur aldrei fengið Candice. Það er aldrei á æfinni En amma en á afið þegar þú varst yngri eða fóraldrænir. Það er 2-0. Það er 2-0. Blöðurinn er enn ferðina Já. að reykja Já. mig í þessum lið Það er svolítið hannig, hann er að rúlla þér upp og reykinn svo Ég réttur. tótt að mig á Candice Hann hafði bara með þetta upp á 10 Þá er það þriðji drengir og hvað er verið að auglýsa í auglýsingunni sem hljómaði svona Já, 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 ég er tilbúinn, ég er tilbúinn, Fyrir ég er tilbúinn. nýja símanúmerið Það var búið að bæta Þetta voru orðnir 7 tölustafir í símanúmerinu Þannig að einu sinni voru númerni bara 6-6 eitthvað og þá var verið að bæta 5 fyrir framann. Já. 5-6-6. Já, Þannig að nú er það 5-6 já, eitthvað. já Það var að bæta Það er rétt! Já, Vel gert, Klö. Hvernig er skotanum, manstu þetta maður? Ég lægi með þig Egil myndi þetta ekki. Nei, bara Þetta er alltaf eina af þeim bestu ölsingum. Hvað var stundu sett í formið á ísbröðum? Í ísform segir, Hérna, tyggjó Rétt! Tyggjókúli formið. Ég kom með Veistu að sterkur inn þetta er á skrítin kepp Tyggjókúli formið. Þetta er ekkert frasa Nei, jú, þegar ég var yngri og ég fekk ís og var í bílnum Ég er inn í þessu þá átti Nei, mig 3-1, að það varst að 2-1. borða þig niður í tyggjókúlu og þú varst, það var allt vitlaust að þú fekkst ekki kúlu. Það er alveg ennþá Sett tyggjókúli í formið. Nei, ok það ætti samt að vera hann. Það var algjör stemning og það er svona velun fyrir að klára ísinn. Þetta er mjög spennandi, ég myndi að ná næstu Þegar þú ert krakkið, þú ert ekki velum fyrir að klára í sko Nei, en næsta eru 2 eftir. Hvað er staðan? 3-1 fyrir Ok, þú getur jafna að þú ert snöggur Egill. Hvað þýðir frasinn? Þunna gunna á skúli fúli. Egill út svo hægur. Bara að vera leðilegur eða svona í fílu Þetta er ekki alveg Ég ætla ekki að gefa rétt fyrir Já, þetta. ok Ég myndi segja að þú vaknar daginn eftir skral, vel þunnur, erfiður Þá ertu þunna gunna. og frúin er líka eitthvað halvviti kæfindi Ég sko þunna Er það hægt að gefa hún svar? Já. Nei, Ég ég var bara að segja steinum. Nei, ég segja, hann sagði sko, hann var að svara fyrst þunnu gunnu væntanlega. Já, Ég myndi að veit hvað það er Já, þunna gunna, hann að segja sér vakna þunnur. Það er bara Ég er rétt. með það alveg á 10 Og- ekki En skúli fúli, ertu með hann? Já, sko fúli Já, Hvað er að gerast hérna? það verður skúli fúli Ef okkur segjum þetta sé bara Poop og Rachel Já, og Poop
var að hella í sig. Já. Það var hann þunni, Já, eða ekki? jú, þá var blöðurinn eins og þunna gunna. Já. Herðu, hætt að gefa hann svarið. Já. Og þá er Rachel Skúli Fúli. Það er árétt! Það er 3-3. Nei, það er 3-2. Nei, hann var með þunnu gunnu og skúla Ég fúla. fór að jafna þetta. Hann er bara jafna. Þá fæ ég Þetta var réttur að segja fyrir fílu. Já, Þá fæ ég skúla. Þetta var tveggist að spurning. Nei, ég var með það rétt. Ok, það er 4-3. Það er rétt. Nei, það er 4-2. Nei, hann Jú. fekk líka fyrir skúla. Það var 4-3. Eftir að ég er búinn að svara þér. En höfum þetta jafna því Við svo geta að áhrif á dómaran. Það er ein úrslita. Góður. Það er ein Ok. úrslita. Það er ein úrslita. Ég get náði punkt. Ég var mjög ánægðum punkt. Hvað er Nei, byttu. Hvað gerir Þið verða að vera tánum, drengir. Já. Hvað gerir blessuð mölflugan? Egill. Ég heiti Kúk. Það er ekki rétt. Alls ekki rétt bara. Það gerir mölflugan. Já. Ég bara veit það ekki. Hvað er það að bulla? Mölflugan nærist á fötum. Borðar föt. Borðar svona bómull. Eða borðar ykkur svona föt. Ég þarf ekki Kúk heldur það. Þú vilt ekki lenda í mölflugunni, sko. 4-3 sigur. Það er eins og fiðrildurinn. Ef þú myndir að opna skirtuskápið einn blöð og vera að leita að skirtu og sér fiðrildi komaður út, þá er það ekki fiðrildi, það er mölflug. Nei, ég er Sko, bara ég hef ekki séð þessa flugu á Íslandi. Þrýr fötum í Íslandi. Já, þær eru á Íslandi, þær eru náttúrulega ekki með ykkur, þær eru í svona gömlu, þú veist, þær getur verið í ykkur búningageimslu. Þetta er rétt hjá það borði ekki Kúkmaður. Ég var að vona að ég myndi pakka það saman tala um gerfugendina Vil ég fá eina? Nei, ég var þetta 4-3. Við skuldum auglýsingar og svo beint inn aftur því að þeir eru búin að tala það mikið drengir að við skuldum inn að pakka. Svo komum við strax að Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Jæja, elsku, hlustendur og drengir, það er eiginlega bara komið að lokum hér í FN 9 blöð. Klukkan er að verða 6, þetta var fljótt að liða. Já, heldur betur. Þú leðin í rapparti, Steindi. Já. Þú voru að klára seríu. Já, og Það er bara að mála að bæja röðan, þetta flöskuborð og haks og nei, ég held ég láti nú flöskuborðin vera. En Keyrið þetta í gang? Já, ég ætla að Þetta keyra er bara þetta. old fashion kistlu. Já. Ég er bara að lofa sjálfur mér því að ég er hættur að hlusta og stenda með það. Ef ég er í gýr þá ætlum ég bara að panta flöskuborð. Auðvitað. Til hvers, þú veist, ég meina, ef þú ert í Mér gýr, finnst þú ert það bara í gýr. Gerist bara sem gerist. Það er ekki að ákveða að panta flöskuborð. Ég er kannski að fara að gera eitthvað á sunnudaginn, kannski að panta flöskuborð ef ég er í gýr. Já, ég meina, ég hef ekkert á móti flöskuborðum. Nei, jú, þú ert það svolítið. Nei, það er ekki rétt. Það er bara, við erum Þú alltaf er að talaði niður. Það er bara langt síðan ég fór á slíkt. En heldur bara vel í það, það er gaman. Já, ég ger það. Ekki? Jú, Já, en, Rísa, Helgi, er maður að fara á stað núna klukkan 7? Þýskaland, Veistla, Skotland. það Já, sé- vil ég spá fyrir úrslitum? Ég er ekki alltaf Germany. Já, ég myndi 2-0. Ég myndi segja líklegast væri Germany sigur 2-0 þarna. Þýskaland. 2-0 Þýskaland, hvaða lið haldið að vinni EM? Ekki verður England. Ég vona að vera England. Já, það Ég gerist bara- alltaf. Töpuðu móti bara Íslandi bara í fyrradag. Ég held alltaf með englendingum. Já, Ég ámins að held ég að finna 6 sko búninga. Herru, ég þarf að fyrir útherja að ná mér í nýjasta búningin. Já. Ég kaup alltaf ennsku dreina þegar það er stórmót. En það er, eins og ég segi, bara komið að lokum. Við vinnum á blöðkastið næsta þriðjudag og unboxing sumarleikur blöðkastins verður föstudaginn 29. júní. Það er ekki 2008? 28. fyrir ekki. Þá er ekki leikir á Nei, þá er frí á EM. Þannig að þú getur hort okkur félagana, mökkaði og tekið unnið frí shit. Þetta er á föstudegi, þannig að það er þetta meira verður sem alveg sko- smá að hafa verið djúsi í fólki. Það er sko síðasti þáttur FN95 blöð fyrir sumafrí. Risa tilkynning. Svo hoppum við beint yfir í beina útsendingu og eina sem varst að gera til þess að vinna bara sturlaða vinninga er að vera áskrifandi af blöðkastinu. Þá getur þú verið dregin út. Og ef þú átt fyrirtæki og vilt bestu auglýsingu svo færð nánast frítt, þá bara heyrir í okkur og við gefum vinning. Já, við bara ætlum að lifa öllum ára með, það ekki? Jó, við þurftum að fresta þessu, þetta átti að vera síðasta sunnudag en það var tvíbóka stúdíu þannig að þetta verður föstudaginn 28. Eigi góða helgi og við heyrumst á þriðjudaginn eða með blöðkastið, annars bara næsta föstudag þá verðum við beinni útsendingu frá Keilöðlinni þannig að það verður eitthvað gýr. Takk fyrir í dag. FM 957